Verið velkomin á Viðskiptaþing 2025. Þetta núna, við erum að fagna hálfrar aldar afmæli þessa viðburðar, þannig að við vildum hafa smá leikræna tilburði af því tilefni. En á þessum tíma hefur þessi viðburður fest sig í sessi sem svona einn stærsti viðburður ársins í íslensku viðskiptalífi og við hlökkum mikið til að fagna þessu síðdegi með ykkur. Og við ætlum bæði að gera það með metnaðarfullri dagskrá þar sem þið verðið vonandi margs vísari og líka með góðu ráðrúmi fyrir ykkur að hittast hérna í hléi og eftir dagskrána til að spjalla saman og mynda og dýpka ykkar tengsl. Þannig að við njótum þessa dags saman og við bjuggum til svona þemað og áherslan á þessu þingi í ár forskot til framtíðar og þar erum við að horfa á forskot bæði sem við erum að byggja úr fortíðinni og líka hvernig við getum skapað okkur ný forskot til framtíðarlitið. Og þetta geta verið forskot í breiðum skilningi en ég ætla ekki að fara við það efnislega, heldur ætlar formaður viðskiptaráðs að gera það. Og ég ætla að byrja bara á því að bjóða honum að stíga hingað á svið, Andri Þór Guðmundsson, gjörðu svo vel. Góðir gestir, þetta var framlag Viðskiptaráðs til Eddu-verðlaunanna. Segið þið svo að við hjá Viðskiptaráði sinnum ekki menningu líka. En okkur Íslendingum hefur tekist að skapa samfélag sem í fremstu röð. Þegar það kemur á lífsgæðum og velmegun að þá mælist við ofarlega nær öllum mælikvörðum í samanburði við önnur lönd. En hvað gerur okkur kleift að skara fram úr? Og hvað það sem gaf okkur þetta forskot og hvernig munum við skapa okkur forskot til framtíðar? Ísland auðvitað ríkt af náttúruauðlindum. Við búum yfir gjöfulum fiskimiðum, við erum með óþrjótandi orku í formi fallvatns og jarðvarma og aðrar þjóðir öfunda okkur af þeirri stöðu sem við erum í. En það ekki bara auðlindirnar sjálfar sem að skapa okkur forskot. Fiskurinn í sjónum verður ekki verðmætur fyrr en við erum búin að veiða hann, verka hann, markaðssetja hann og selja í útlöndum. Hið sama á við vatnið sem áður rann óbeislað til sjávar og var falið undir yfirborði jarðar. Forskotinn felast ekki í auðlindunum sjálfum, heldur þeim verðmætum sem við sköpum úr þeim. Verðmætasköpun sem að byggir á náttúruauðlindum framtaki Íslendinga á fyrri árum að þakka. Þær framfarir sem við njótum í dag byggja á undantekninga, á hugrekki, framtaki og framsýni einstaklinga. Forskotinn sem hafa gert verðmætasköpun mögulega á Íslandi eru þess vegna undirstaða þeirra lífsgæða sem við búum við í dag. Umgjörð samfélagsins jú mannanna verk og það mikilvægt að hún greiði leið þeirra sem vilja að skapa okkur ný og fleiri forskot. Forskot í eðli sínu þannig að það erfitt að koma auga á þeim fyrir. Það sennilega fáa óra fyrir því að ferðaþjónustan yrði ein stærsta útflutningsgrein okkar örfáum árum eftir bankahrun. Og ennþá færri óraði fyrir því að öflug íslensk fyrirtæki myndu byggjast á afgangsafurðum eins og kísilvatni eða fiskilróði. Íslendingar eru nú sem aldrei fyrr að skapa forskot með hugviti. Fleiri og fleiri íslensk fyrirtæki ná árangur á heimsvísu, hvort sem litið til líftækni, hliðstæðulyfja, stóðtækja, þróunar, framleiðslu eða forritunar á einum langlífasta tölvuleik síðari tíma. Þessi dæmi eiga það sammerkt að forskotinn eru bæði margvísleg og ófyrirsjáanleg. Lífskjör á Íslandi í dag eru mjög góð og í dag þá erum við á meðal ríkustu þjóða í heimi. Við eigum það sammerkt með öðrum velmegunar ríkjum að við höfum nýtt forskotið vel. En það ekki náttúrulegum að þjóðum takist það. Þetta sjáum við hjá þjóðum sem eru ríkar af auðlindum en ekki hafa náð að hagnýta þær til aukinna hagsældar fyrir íbúum. Dæmi þetta Venezuela sem á einhverjar stærstu olíulindir í heimi og var eitt af ríkustu löndum Suður-Ameríku á 20. öldinni.
Stjórnvöld þar hafa haldið illa á sínum spilum með þjóðnýtingu, pólitískri spillingu og harðræði við þegna landsins. Á sama tíma þá hafa lönd eins og Danmörk og Sviss sem búa yfir litlum náttúruauðlindum orðið einnar ríkustu þjóðum heims. Keppni þjóða bætt lífskjör snýst enda það hvað þær gera en ekki hvað þær hafa. Á undanförnum árum hefur Evrópa dregist verulega aftur úr Bandaríkjunum þegar kemur að lífskjörum. Þannig hafa evru þjóðir einungis aukið landsframleiðslu sína 6% á undanförnum 15 árum á meðan Bandaríkin hafa vaxið 80%. Margir kenna þunglamalegu regluverki þennan dræma vöxt og það því sannleikskorn í því orðatiltæki að Bandaríkin búi til nýjungar, Kína búi til eftirlíkingar en Evrópa búi til reglugerðir. Á meðan Bandaríkin skjóta á loft eldflögum með gervitunglum í þúsundatali og Kína smíðar rafbíla í milljónavís að það var Evrópa uppteknari af plasttöppum og papparum undanfarin ár. Þetta ekki bara mín orð, heldur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í vaxandi mæli sama sinnis. Niðurstaða frægrar skýrslu Mario Draghi samkeppnishæfni Evrópu segir að evrópsk fyrirtæki mæti hindrunum á hverju þrepi í formi þunglamaræðra reglugerða og regluverks. Afleiðingin sú að gróska í evrópsku efnahagslífi lítil samanborið við Bandaríkin. Ein skýrasta birtingarmynd þessa mismunur í fjölda nýrra verðmætra fyrirtækja. Aðeins örfá evrópsk fyrirtæki hafa náð $10 miljardar markaðsvirði samanborið við Bandaríkin þegar horft til fyrirtækja sem eru yngri en 50 ára. Gróska í evrópsku atvinnulífi brot af því sem á sér stað vestanhafs. Það leiðir til þess að tekjur Evrópubúa eru lægri, skatttekjur eru minni og grundvöllur velferðar eru veikari. En skaðinn ekki bara efnahagslegur. Ungt fólk í Evrópu á erfiðara með að finna sér spennandi og krefjandi viðfangsefni í lífinu. Frumkvöðlar finna síður hugmyndir sínum farveg og íbúar verða af vörum og þjónustu sem bæta myndu líf þeirra en hægt að nálgast í öðrum heimsálfum nú þegar. Þessi gjá æpandi þegar kemur að gervigreind. Gervigreind svo tækni sem vex hraðast í heiminum í dag og sennilega þetta svo tækni sem hefur vaxið hraðast í sögu mannkyns. Í Bandaríkjunum eru fyrirtæki leiðandi í að þróa þessa tækni áfram og meðan að Evrópusambandið hefur sett umsvifamikið regluverk sem torvelda slíka vinnu. Fyrir vikið nær öll gervigreindar fyrirtæki staðsett utan Evrópu. Og raunar regluverki svo íþyngjandi að gervigreind sem fjöldi manna allan heim hefur vanist enn ekki í boði innan evrópska efnahagssvæðisins. Þegar hraðinn mikill, þá skiptir stefnan enn meira máli. Ef stefnt í rétta átt, kemst maður hraðar á áfangastað, en ef stefnan beinir af leið, þá maður fljótari að villast. Gervigreindin virka því ekki einungis eins og hraðall þegar kemur að tækniframförum, heldur líka þegar kemur að stefnumörkun stjórnvalda. Þjóðir sem torvelda framþróun munu sitja á eftir, meðan þær sem að taka nýjungunum opnum örmum munu skapa sér stórkostlegt forskot. Kæru gestir, verðmætasköpun á sér stað þegar einstaklingum veitt svigrúm til að hrinda nýjum hugmyndum í framkvæmd. Í því felst að reglustýring stjórnvalda sé einföld og í lágmarki, að gætt sé jafnræðist á milli atvinnugreina og að skattheimtu sé stillt í hóf. Efnahagslegt frelsi þess vegna undirstaða bættara lífskjara á Íslandi sem og annars staðar. Á 8. og 9. áratug síðustu aldar þá steig Ísland stór skref í áttina að auknu frjálsræði í atvinnumálum. Fjöldi ríkisfyrirtækja var seldur og má það nefna graskögglaverksmiðjur ríkisins, framleiðsludeild ÁTVR, prentsmiðjuna Gutenberg, Ríkisskip og Ferðaskrifstofu Íslands, svo eitthvað sem.
Þegar Albert Guðmundsson var fjármálaráðherra 83 til 85 var hann spurður út í sölu ríkisfyrirtækja og þá sagði hann: ríkið á ekki að verja skattpeningum almennings í atvinnurekstur þar sem framtak einkaaðila og samkeppni næg fyrir. Þetta voru orð í tímatölum. Svipað leyti að þá var verðmyndun gefin frjáls í verslun, en það gerðist í 6 áföngum árið 84 til 85. Eftir það að þá hefðu verðlagsákvæða mestu sögunni til. Álagning var gefin frjáls í smásölu og heildsölu og afleiðingarnar urðu ekki verðhækkanir, heldur verðlækkanir vegna aukinnar samkeppni. Í dag þykir okkur sjálfsagt að nota greiðslukort erlendis, að hvorki inn- né útflutningur sé háð leyfum stjórnvalda, að erlendar lántökur sé heimilar og við getum keypt okkur erlendan gjaldeyri þegar við ferðumst til útlanda. Það er ekki lengra heldur en síðan 1977 að lög einkasölu, sérstaklega mjólkurbúða á mjólkurvörum féll úr gildi. Hvenær skyldu lög einkasölu ríkisins á áfengi verða felld úr gildi? Þetta voru þá allt umdeild baráttumál á sínu tíma sem var langt í frá sjálfsagt að ná í gegn. Við búum náttúrulega enn við það í dag að tollar á sumum vörum eru svo háir að þetta er engum í huga að flytja þær inn. Ég nefni sem dæmi undarrennu og mjólkurduft. Þetta jafngildir nánast innflutningsbann. Við erum einnig með tolla á kjöt, við franskar kartöflur og opinbera verðstýringu á mjólkurafurðum og svona mætti lengi telja. Er ekki kominn tími til að sýna hugrekki og breyta? Þessar hugrekku ákvarðanir fyrri stjórnvalda juku efnahagslegt frelsi Íslendinga stórkostlega og leystu atvinnulífið úr fjötrum. Þessi framsýni og aðgerðir forveru okkar er að þakka það að við skörum núna fram úr á meðal þjóða og getum staðið undir framúrskarandi velferðarkerfi. Góðir gestir, að undanförnu hefur borið meira á umræðum verðmætasköpun sem undirstöðu góðra lífskjara og Viðskiptaráð fagnar að sjálfsögðu þeirri umræðu, en jafnframt að það hefur áhyggjur af að hugtakanotkunin sé rétt. Sumir telja nefnilega ennþá að meiri ríkisrekstur og miðstýring stuðli að betri lífskjör. Hérna er öllu snúið á hvolf. Einkageirinn leiðir verðmætasköpun á framfærir vegna þess aðhald sem að viðskiptavinurinn veitir. Fyrri hugmyndir að fela embættismönnum hlutverk atvinnurekanda hafa misheppnast og eru best geymdar í sagnfræðibókum. Mér verður hugsað til orðatiltækis á dönsku sem ég heyrði eitt sinn og núna reynir á dönsku kunnuttuna. Når han bestemte at intet skulle ske, så skapte han den første komité. Og þetta þýðist lauslega á íslensku að þegar djöfullinn vildi að ekkert myndi gerast að það var bjóðandi fyrstu nefndina. En talandi dönsku kunnundu að ég fór með opinberri sendisveit forseta Íslands til Danmerkur daginn og ég var þaulæfður alveg í dönskunni að heilsa konungi og búið að brýna fyrir mér að segja Des kongelige højhed. Og ég var allar tíman að staulast á Din kongelige højhed. Og svo loksist þegar ég hitti konginn að þá kom bara hæ. Alltaf verið glataður í dönsku. En að störfum Viðskiptaráðs. Eitt af meginhlutverkum Viðskiptaráðs er að vera uppspretta nýrra hugmynda og varpa þannig ljósi á þau svið sem að Ísland getur náð að skapa sér forskot. Með því að tala fyrir auknu frelsi til athafna samhliða minni opinberum umsvifum vill Viðskiptaráð fyrst og fremst stuðla að bættri umgjörð verðmætasköpunar og þar með aukinni hagsæld hér á landi. Undanfarið höfum við beint sjónum okkar á fjölbreyttum málaflokkum með þessi gildi að leiðarljósi. Þannig hefur ráðið til dæmis fjallað tollamál, skilvirkni í opinberu eftirliti, tækifæri til að auka frelsi í atvinnumálum, ábatamat, opinbera inngripa og hagræðingu í opinberu rekstri. Og samhliða þessu höfum við lagt til tillögur að úrbótum í þessum málaflokkum sem allar snúa að því að auka efnahagslegt frelsi og auka þannig hagsæld til lengri tíma. En nóg það. Í dag höfum við fengið til liðs við okkur úrvalshóp fyrirlesara sem fjallum núverandi og möguleg forskot Íslands og gefa okkur innsýn í hvernig við getum nýtt okkur til að búa til þetta forskot.
Jóhann Norberg mun fjalla forskot í alþjóðlegu samhengi og hvernig einstök lönd hafa skapað sér sérstæðu í lífsgæða kapphlaupi þjóðanna. Ásdís Kristjánsdóttir segir okkur frá hlutverki hins opinbera í þessu samhengi og ræðir hvernig skapa megi forskot í opinberri þjónustu. Þá mun Róbert Wessman deila sín sinni á hvernig athafnafrelsi og nýsköpun geta verið drifkraftar framfara og skapa ný forskot sem gera okkur samkeppnishæfari til framtíðar. Auk Jóhanns, Ásdísar og Róberts mun Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, ávarpa viðskiptaþing strax eftir kaffihlé. Að erindunum loknum mun síðan þau Hanna Katrín Freyriksson, atvinnuvegaráðherra, Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, mæta í pallborð til þess að kryfja efni þingsins og vonandi varpa ljósi á hvar þau sjá forskot Íslands til framtíðar. Kæru gestir, allar þjóðir heims keppast við að byggja upp og styrkja sín forskot. Sum ríki taka forystu með skýrri stefnu frelsi til athafna og árangurs. Önnur dragast aftur úr vegna ósveigjanleika regluverks eða vangetu til að grípa tækifærin þegar þau gefast. Ísland verður að tilheyra fyrri hópnum. En til þess að það gerist, það þurfum að tryggja að stjórnvöld skapi fyrirtækjum og frumkvöðlum góð skilyrði til að taka áhættu og skapa ný verðmæti. Það þarf hugrekki, framtíðarsýn og skýr markmið til að stuðla langtíma árangri fyrir íslenskt efnahagslíf. Umræðuefni dagsins forskot Íslands, þau sem eru nýtt til þessa og þau sem við getum skapað í framtíðinni. Saga sýnir að forskot ekki gefin, þau eru búin til og það á okkar ábyrgð að móta stefnu, umgjörð og markmið. Og það eru við sem höfum í höndum okkar hvort við stöðnum eða skjótust á loft. Góðu fundarmenn, núna viðskiptaþing sett í 50. sinn. Það var árið 1975 sem það var fyrst sett. Viðskiptaþing spilar reyndar meiri rulli heldur en það hjá mér persónulega vegna þess að á viðskiptaþingi fyrir 15 árum, cirka bát, að þá bauð ég konu minni núverandi fyrst út á date, þannig að þetta er mikla tilfinningulega þýðingu fyrir mig líka, en það er mér sérstök ánægja að lýsa því yfir að viðskiptaþing 2025 er með formlega sett. Næstur á svið sænski rithöfundurinn og fræðimaðurinn Jóhann Norberg. Hann hefur gefið út margar bækur, þar meðal bókina Framfarir sem kom út í íslensku þýðingu árið 2017 þegar hann heimsótti okkur hingað síðast. Hann er líka það sem heitir á ensku Senior Fellow við hugveituna Cato Institute og hefur þar verið dálítið í hringiðu þeirrar efnahagsumræðu sem hefur verið að gerjast á Vesturlöndum undanfarin 2-3-4 ár. Og nú síðast í haust stýrði hann stórri ráðstefnu í Argentínu, í Buenos Aires, þar sem Javier Milei, nýr forseti Argentínu, var meðal ræðumanna ásamt Elon Musk, sem nú fer fyrir nýju hagræðingarráðuneyti í Bandaríkjunum að argentínskri fyrirmynd. Þannig að það verður gaman að heyra svona sjónarhorn Norberg á þessa hluti sem við erum að tala í dag. Og nú ætla ég að skipta yfir á ensku. Johan, I have introduced you and I hope you approve or at least understood a little bit. So the stage is yours. Thank you so much. It's really a delight to be here, even though I have to admit that I'm a little bit disappointed in not getting the same kind of entrance that Bjorn did just recently. I didn't even know that was an option. I took Iceland Air. But really, it is a delight. The last time I was here was with my wife, and the reason why we were here is because we missed a flight coming from the US. But it was so nice that we decided to miss another flight and spend some more time. And ever since she has been nagging me about how we should spend more time here. So I really should have brought her this time, but I'll promise her to do it the next time.
Speaking of where we are, where we're going, I love the theme of the conference. For it's good if we're thinking about where we want to go, we first have to decide what we want. What do we want to achieve? Why are we doing the things that we are doing? A Chinese man recently put it to me in simple terms. He said, we all kind of want the same thing. We all want healthy parents, happy, healthy kids, and a nice car. And that about sums it up. I think we want to reduce poverty, and we want to increase life chances. We want our kids, our societies, to have the chance to lead happy, fulfilling lives. Healthy lives, long lives, with opportunities and with a way of looking forward to the future. Sounds like a big task, sounds like a big ask, sounds like it's difficult to achieve all of these things at once. But there is actually a silver bullet. There is at least a proxy for all these things. And that is economic growth. Economic growth sounds like it's all about statistics and economics, but it's not. It's about capacity. It's the capacity to do more things tomorrow than we could do today. And therefore, it's also the answer to all the things that require capacity. More knowledge, technology, ability to achieve things, whatever things they are. And as you can see here, nothing much happened in those terms when it comes to economic growth for the first thousands of years of our existence. And then suddenly everything happened all at once in the 19th century, and everything shot up. In the richest countries, places like Iceland, probably an increase in living standards by some 3,000%. And that's not about money in the bank or a nice car. It's really more about leading those long, healthy, and more fulfilling lives. During that period, the last 200 years, life expectancy shot up around the world from 30 to more than 70 years. Extreme poverty was reduced from more than 80% to less than 9% today. And child mortality was reduced from almost half of all the children born in the early 19th century died before reaching adulthood. Now it's down to less than 4%. It's an incredible achievement, and this tells us also why growth is a proxy for all of these other things, because that's the capacity to acquire capacity in other areas as well. And when we sometimes think that there must have been some good old days in the past full of pleasure and plenty, then P.J. O'Rourke, the great American comedian, he put it in these terms: if you think that you could just enter a time machine and go to any other era and lead a good, decent life, I just have one word for you before you push the buttons in that time machine, and that word is dentistry. And we can then multiply that in any other sphere of the human experience. I become bored and exhausted by reading studies by all these multilateral institutions, the United Nations, the World Bank, the United Nations Development Program. Because in all the chapters they say that growth is not the solution to every problem. It doesn't have all the answers. It's not sufficient. It's not enough to deal with all the challenges that we are facing. Because then, when I turn the pages to the appendix, full of data and statistics about all those challenges, when it comes to education, literacy, when it comes to health, when it comes to life chances, when it comes to chronic undernourishment, it turns out that growth is a proxy for solving all of these things. It's not enough. We have to do something reasonable with it, but it is a proxy for all the things that we are trying to achieve as a society. So the question is, why did this suddenly happen in around 1820? After having had some almost 300,000 years of Homo sapiens existence, nothing much happens in terms of average accumulated wealth. Then suddenly we create all at once. 1820. Something happened. Well, some places started. In northwestern Europe, Great Britain,
and then the Nordic countries, Western Europe, then eventually the New World, the North Americas, eventually East Asia, and so on. Well, it happened in the eras when those societies began to give their people a larger degree of freedom to find out what they could contribute to society by innovating, by working hard, by starting businesses. It started at the moment that they began to achieve some sort of freedom, some degree of economic freedom for their societies. And we can see this if we divide the world's countries by quarters, according to the economic freedom in those societies. Then we can see that the freest countries are some 5 times richer than others. The lifestyle of the poorest is about 10 times bigger in the richest countries than in others. Growth is interesting because growth compounds over time. If we have 1% growth per year per capita, then we double our average income in 70 years. It's not bad, that's progress in historical terms, but if we can increase it to 2%, then we double it all in some 35 years, which is remarkable. We can think of it as a proxy for doubling our capacity, our technological achievement, our knowledge in 35 years. If we can manage to increase it to 3% per year, then we'll do all of this in 25 years. It is such an extraordinary improvement in the chances of the average person's, so that everything else, any kind of ambitious redistribution of resources, is trivial by comparison. And more than trivial, it's dangerous if that redistribution hurts some of those engines of economic growth. So don't underestimate economic freedom and what it makes possible. Not in terms of that nice car and that bank account, but in terms of other aspects of what we want to achieve. If we look at these quarters in terms of economic freedom, then we see that the freest countries, in those countries, people live on average 20 years longer than in the least free quarter. And living another 20 years, that's the difference between perhaps having grandkids and seeing them grow up. So economic freedom is not about money. It's about the chance of meeting your grandkids. And that's a proxy for many interesting things in every person's life, I think. We live in a difficult time. We face awful challenges around the world. I too wake up in the morning once in a while thinking that life is going to the dogs. Because think of it, we've had, since the turn of the millennium, 25 bad years, 25 awful years. We've had the greatest financial crisis since the Great Depression. We've had the biggest pandemic since Spanish flu, and the whole world shut down. We've had endless wars and chaos, and Putin invaded Ukraine, starting the biggest industrial-scale war in Europe since the Second World War. We've gone from one disaster to another. But here's another interesting data point. These 25 awful years have also been the 25 best years in human history. If we look at objective indicators of human living standards, we have never ever achieved the kind of accomplishments that we've done over the past 25 years. Just look at this. In terms of illiteracy since the turn of the millennium, it's been reduced by some 40%. Child mortality has roughly halved, which means that last year 4.5 million fewer children died than in the year 2000. And in terms of extreme poverty, we've done even better. We have reduced that by some 3/4 in the past 25 years, meaning that roughly 130,000 people have been lifted out of extreme poverty every day over these 25 awful years. Isn't that weird? Isn't that surprising? Had I told you
on this stage 25 years ago that, look, now we'll be heading into a time of trouble, of chaos, of war, of pandemics, of the world shutting down, of great crises. What would you think would have happened back then? What would we have predicted? I think many of us would have expected that we would now be living in some sort of post-apocalyptic disaster movie, some Mad Max thing, or The Last of Us, with people fighting for survival and for the last drops of fuels to get through the day. But look around. I mean, we do have our problems, but this is not Mad Max. On the contrary, we achieved all of these things. How could that happen? How could everything go so well when everything was going wrong? Well, to me, this is, I sometimes call this the Mario Puzo paradox. Because Mario Puzo, you might remember, is the great novelist who wrote the Godfather movies. First the Godfather novels, but then adapted them for the big screen, creating some of the best movies that have ever been made. But you know what? He didn't know how to write for Hollywood, for the big screen. He just didn't have an education in those times. He hadn't talked to people who really knew how to write a movie script. So he felt like a kind of a failure, or sort of, he ended up like some reason. But after having received an Oscar, an Academy Award for writing the best movie script, he thought, now it's time to learn how to do this for real. So he bought a book on how to write for the movies. And in the first chapter, it said, before you start trying to write for the movies, go and watch the Godfather movies. That's the way to do it. And he's like, okay. He didn't have a plan. He hadn't predicted every problem that would end up, but by putting one foot in front of another, by improvising and innovating around the problems, he ended up writing the best, some of the best movies ever. And I think that this is what we are doing as a society as well. We didn't have a plan for how to deal with a great pandemic, or this war, or migration crises, or the financial crisis, banking crisis, and so on. And I'm glad we didn't, because if we had, we would have lost out on improvisation and the chance of adapting, because we would have removed those decisions to a committee sitting there making the plans. They would have lost all that local knowledge and individual creativity that's out there throughout the whole society, throughout the economy. That's how we got through the pandemic. I mean, we didn't have a plan for it, but we had millions of different small plans. And they are superior plans, because they are people who instantly learn what is going on by being in touch with customers, workers, with households, and constantly getting new price signals about what's in demand, where there's suddenly a shortage, what they can do there instead of what they're doing without creating even worse problems elsewhere. You know, the pandemic, everything shut down. I started, when it started, I started hoarding canned food and toilet paper. And I'm a little bit embarrassed by it, because you really didn't need to in the long run, right? I have a friend who's a bit of a prepper, who has his basement full of fresh water and canned food. And he said, the worst time ever to be a prepper was during the pandemic, because I had expected people to say, oh, now we get it. You had made all these plans in advance, and you got through it. Whereas the rest of us, we couldn't get any food. We would see massive starvation around the world. We kind of expected that, right? But no, as my friend said, it was embarrassing, because the next day, food was back on shelves. There were problems with supply chains everywhere. But the most astonishing thing was that those supply chains were rebuilt in real time by entrepreneurs and businesses everywhere. Precisely because there wasn't one central plan, but millions of small plans of innovating their way around the problems,
coming up with new solutions, when the workforce wasn't there, thinking about what can we do with the people who are actually here instead. If we can't get all the inputs, can we source them from another place or use other inputs elsewhere? And through millions and millions of improvisations like this, we got through this crisis in much better shape than anyone would have expected when we first learned that the world would enter house arrest during the pandemic. That's what freedom is about. The ability to exploit more knowledge, all the knowledge that's dispersed out there throughout society, that can never be centralized to one specific point, but can only be used in everyday practice by giving millions and millions of people the freedom to do so in unexpected, unpredictable ways. That's why Henry David Thoreau, the great poet and transcendentalist philosopher, sitting there by the Walden Pond 150 years ago, wrote that it seems like business and commerce are made of rubber, because they constantly bounce on top of every obstacle that the world and the government puts in their way. That's how we got through this in better shape than we otherwise would have, through the creativity and ingenuity of free people. But it comes with certain problems and difficulties, of course. One of them being environmental. The fact that when we produce, when we transport ourselves and our goods around the world, we are also doing environmental damage. So economic growth comes at a cost. How do we solve that? Through economic growth. That's the only way of doing it. You know, some people have other ideas. They say we should do degrowth. We should travel less, less trade, less production. That's the most stupid idea that has ever been presented by smart people. Because we just try that. That was what the pandemic was about. An unintentional experiment in degrowth. Because suddenly all the flights were grounded, and trade didn't happen, production ceased all around the world, and it was terrible. The greatest damage from the pandemic came not really from the virus, but from that economic damage, which threw another 70 million people into extreme poverty short term. Bounced back once the world opened. But 70 million people. Chronic undernourishment shot up dramatically. It was a disaster for mankind. But how much did it help to save nature? Well, take a guess. In terms of carbon dioxide emissions, how much was that being reduced during the pandemic year of 2020? By no more than 6%. Just 6%. That's almost nothing. At an incredible human and social cost. If we were to reach the Paris Climate Accords by doing less, we would need one pandemic like that every year until 2030, without any kind of rebound in between. That's how little of an effect that degrowth has on the environment, but at a huge cost to humanity. So that's not the way to go about it. Growth and innovation is to constantly make sure that we do less damage. And that's costly. It takes investments. It takes new green technologies. Where do you do that? Where can you afford that? In rich, growing societies where people feel that they don't have to sacrifice their jobs or the education of their kids for nature, but you're able to do both things. That's why when the Environmental Performance Index, a data gathering project at Yale University, looks at all the world's countries in all terms of environmental performance that they can measure, that you can see this kind of relationship. The richer countries are, on average, because growth is not sufficient, but the richer they are on average, the better environmental performance there is. Because you can suddenly make those decisions, you can afford to innovate, you have that technology, you have thriving businesses who test new business models constantly, and people can afford to adapt them in a new way. The first thing that is being thrown out the window the moment there is a recession and people lose their jobs is our concern for our environment 100 years from now. Then you're back to fighting for survival.
We need that growth, we need that investment to be able to do this. And we have hopeful news. Despite what we're hearing about environmental problems, we are actually achieving some quite extraordinary things right now. Our World in Data project at Oxford University just last week announced that mankind has probably reached peak pollution. For 300 years, we have increased the emissions of the kind of local pollutants that destroy our lungs, our forests, our lakes. Sulfur dioxide, carbon monoxide particles, nitrogen oxides, and so on. For 300 years. And then suddenly in the past 10 years, they have been reduced on a global level by, on average, 19%. Peak pollution. It's a pretty important moment in mankind's history. And who is leading the way? The richest and freest countries with the most innovation. And we can see that even when it comes to global emissions of carbon dioxide, even though that has not turned around, it has not been reduced on a global level, but it is being reduced in roughly 40 countries around the world. And they just so happens to be the 40 of the richest, fastest growing, freest countries on the planet. Partly because they're making use of their local resources, things like hydropower and geothermal, which gives us a leg up compared to other things. It's not because of degrowth, it's not by trying to hurt and harm our economy, it's by encouraging innovation and coming up with the new solutions. And then, after a while, we will see what happened to the other pollutants. That at a certain point, the reduction in emission doesn't come from politicians sitting in committees doing deals. But instead, it comes from the individual decisions of businesses and of households when they realize that innovation has now come so far that those green options are cheaper than the other options. That's when we turn things around and begin to save the planet instead of hurting it. So, in a way, we've been doing pretty okay recently. Despite all our problems, despite all the horrors around the world, we have managed to keep on improving social and economic standards faster than ever. And for the first time in 300 years, we are beginning to see globally good news when it comes to the environment. So when we talk about utopia, we should consider that in a pleasant future, we should consider that we're actually living in the utopia of our grandparents. If they could see the kind of lifestyle, the kind of opportunities that we have in our world today, with our indoor plumbing, with our hot showers, with our excess supply of food, ability to transport and communicate, and modern dentistry, and I think that they would say, really good. But the question is, how do we keep this up? And how do we make sure that it happens in the future as well? Because that's the key. Utopia cannot be static, because the world changes, and nature throws surprises at us, and we make stupid mistakes. And then we need to acquire more capacity to be able to solve these things. How do we keep this growth happening? How do we keep these life chances improving around the world and in our societies? When I thought of this, I realized that the chamber had been nice enough to put me up in a new hotel by the Parliament in Reykjavik. And in front of Parliament, there's a statue of John Sigurdsson, your great independence hero, the guy whose birthday gave you your national day, June 17th. And the restaurant I visited was called Joni, which apparently means something like by Johnny. So I thought that John Sigurdsson is a great starting point for thinking about how to make sure that what Iceland has achieved so far will be achieved in the future by Icelanders. Because he was also one of the most talented economists
of his time, with a reputation that reaches far outside of Iceland. So, but those principles have to be updated. You know, my favorite all-time review on Amazon Books is a review of John Stuart Mill's On Liberty from 1859. A guy who reviewed him and said that, I'll only give this 2 stars. Because while John Stuart Mill's principles are sound, his examples are a little bit dated. And you know, he had a point. Those examples were from the 1850s. But the principles are sound, and we have to adapt them to present problems and present controversies. And that's what I think we can do with John Sigurdsson as well. So his 3 principles today, when he looked at Iceland, I think would be 1. Yeah, you see, they're really serious about this. 1, avoid red tape, avoid over-regulation. In 1841, Sigurdsson said, individual liberty should not be limited unless where society as a whole would be harmed by it. Instead, we should encourage as much as possible of individual choices. You know, as societies, we are getting older, we are getting more risk-averse. The problem is that at some point you reach a stage when you say, let's not do things where things can go wrong. Let's regulate this so nothing goes wrong. But the point of innovation is that it's unpredictable. If you experiment with things, some things will go wrong. And if you want the unpredictable, you cannot regulate the unpredictable out of existence. In that case, with all those reporting requirements and with all those mandatory rules and all those barriers to what you can do, you will end up with less knowledge and with fewer ideas, fewer business models in the future. Noticed recently in Mario Draghi's European Union report that since 2019, the US has introduced 3,000 new regulations. The European Union has introduced 13,000 new regulations. Iceland is doing better, I think, on average than many European countries, but I noticed in the IMD's World Competitiveness ranking, where Iceland is doing very well, definitely compared to other European countries, government efficiency has recently dropped. And one important reason behind this is a lack of effectiveness in regulation. So that's the first thing, avoid red tape. Because at some point you'll end up in a situation where you're not allowed to do anything or build anything near anyone. And then problem starts. The second point from Sigurdsson, I think, is don't try to pick winners. Don't try to think in advance what kind of sector or business will be your next triumph. As Sigurdsson pointed out in the 1840s, when others said that Iceland would not be able to thrive on its own, he said, oh yes, it will. We don't know exactly how, but in order to find out, we need freedom for Iceland in order for the great energy which is inherent in the country, but lies dormant, will be revived and mature. And then new unexpected sectors and businesses and technologies will grow. And then you will see exciting things. The problem in our world right now is that many governments think that growth is like pushing a button. And let's just push it more often. Send resources and privileges to certain businesses, and then great things will happen. But that's not how the magic happens. I've studied so many businesses and technological innovations and noticed that not even the people who came up with it knew what it would be in the end. It took experiments, it took trial and error, it took hard work and many detours and feedback from the market and from funders and customers, and then you turn around, adapt and improvise and do like Mario Puzo, and you end up with something else at the end of it all, and you couldn't have expected that in advance. So we need that freedom to understand, because innovation and growth is a learning process. And if you just decide this business is going to succeed, this will be our national champion, so let's send our resources there, it's a way of losing that trial and error and taking resources away from the other alternatives that could have been there. Governments are bad at picking winners, but losers are good at picking governments.
and picking the pockets of taxpayers. And then other potential unpredictable business models will suffer, I'm sure Sigurdsson would have told us. He would also have said at the end that you should stay open. He said this, he wrote this in 1842. We have advanced the most when we have traveled widely and traded with other countries, with many countries, not only with just one. Because trade is like a machine, a magical machine into which you put what you are able to do. And at the other side, you can get the stuff that you need. So you can go out there and fish new smartphones. You can go out there into wheat fields and plant a new car. That's the magic of trade. If you do your best, you can exchange it with the best from others. It feels like it's sort of nationalism to shut borders and stay away and start trade wars with everybody else. But if you really love your country, you want your country to get access to more brains, more ideas, more technology, goods and services from other places, because that will make your work more productive as well, and then you will thrive. So those are Sigurdsson's 3 principles, but updated so that the examples are not so dated. And I would like to end by saying it is unpredictable, it is difficult to take risks and innovate for the future. We don't know what's going to happen. And sometimes when we experiment, things go wrong and we fail, and that feels a little bit risky. But it's good risky, it's not bad risky. And in fact, being an entrepreneur, struggling, working hard, with unexpected problems coming your way all the time, dealing with difficult customers and funding issues and disruptive technologies, it's incredible hard work, and they love it. According to well-being researchers, entrepreneurs are some of the happiest people on the planet. And I think that's because we are built for action and for human agency, and to see the result of our actions. That's what we need. It is hard, it's risky, it is dangerous, and it is the meaning of life. That's how we build the future. So it's not just about what this Chinese gentleman said, the results of growth is the important things, like from health and a nice car. It's also how we produce it, the fact that we are active, the fact that the economy is not about economics at all. It's about creativity, and it's about adventure, and it's about risking something and seeing the achievements and the effects of what you have been doing. And you understand this. You're Icelanders. You decided to build a new world before the new world. You ended up here where tectonic plates collide in a world of endless earthquakes and restless volcanoes. You are not built for safety. You built this out of nothing. That's the greatest achievement that human creativity and human achievement can do. And I think Sigurdsson would have been quite proud of it. It sometimes feels risky, dangerous, unpredictable. It's also what makes life worth living. Good work, and thank you. I, for one, am very happy that you received the hotel room facing Austurvöllur, because those are really inspirational quotes you researched after getting the room. So, thank you. Næst á sviði Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs. Ásdís, gjörðu svo vel. Á Jóhann. Þetta er auðvitað svo praktískt og öll þessi gildi sem hann fer yfir á svo sannarlega við hið opinbera líka. En nú ætlar opinberi starfsmaður að segja ykkur hvernig ég tel að við getum náð forskoti. En kannski áður en lengur haldið er eðlilegt að einhverju spyrja sig hvernig datt í hug að fara úr Borgartúninu eftir að vera í 20 ár í Borgartúni yfir í Hamraborgina. Fara frá því að vera á hliðarlínunni sem áhorfandi
en stíga inn á hið pólitíska svið. Vegna þess að þið vitið alveg að vera í pólitík, það þessi neikvæðni, þetta tuð. Stundum ómálefnaleg umræða, vil ég meina, en svo gerist það að maður fær þetta kikk þegar maður sér árangur. Þegar maður sér það að maður að hafa jákvæð áhrif á sitt nær samfélag. Og þá trompar það allt. Öll þessi leiðindi, allt að tuð, að geta haft þessi góðu áhrif. En bara stuttlega, Kópavogsbær langsamlega næststærsta sveitarfélag landsins. 41.000 íbúar, við erum með 2.000 manns í vinnu, svona meðaltali. Yfir sumartímann förum við jafnvel upp í 2.500. Við erum ekki bara með Breiðablik, KK og Gerplu, nei, við erum með 20 íþróttafélög í Kópavogi. Og síðast en ekki síst, sem við erum afskaplega stolt af, að við erum að gróðursetja 35.000 sumarblóm á hverju einasta sumri. Og það kom svo skemmtilega óvart þegar ég tók við þessi bæjarstjóri, hvað þetta skiptir máli. Þetta skiptir bæjarbúum máli. Og ég fæ mjög oft tölvupósta þess efnis, þar sem að bæjarbúar eru að hrósa okkur fyrir það hvað beðin okkar eru falleg, að við erum að hafa svona fallegt í kringum okkur. Þetta skiptir máli. Beðin okkar á torgi. Og ég ætla nú ekki að eigna við þetta, vegna þess að hann Frikki, garðyrkjustjóri okkar, á svo sannarlega allan heiður skilið þannig. En það eðlilegt að maður spyr sig, hvað blasti við þegar þú komst úr borgartúninu yfir í Hamraborgina? Ég ætla svona að fara yfir kannski, þetta svona 3 meginþema. Í fyrsta lagi, hvað var það sem var svona svolítið auðvelt að breyta? Annað sem því miður alltaf erfitt að breyta. Og svo að lokum fara yfir svona hvar liggja stærstu tækifæri Kópavogs. Þegar ég steig inn í Ráðhúsið, þá var mér tiltölulega fljótt augljóst að það voru ýmsir styrkleikar þar sem myndi nýtast mér til að áorka það sem við ætluðum okkur að gera á kjörtímabilinu. Eitt af því að það eru stuttar boðleiðir. Annað, það ríkir mikill agi í fjármálum hjá Kópavogsbæ. Kópavogsbær hefur ekki bara á undanförnum árum, heldur síðustu áratugi verið mjög vel rekið sveitarfélag. Og það auðvitað skiptir máli til að við getum áorkað einhverju, til að við getum farið í ákveðinu verkefni. Það sem kom mér líka kannski skemmtilega óvart var að starfsfólkið lausnamiðan. Ég með sérfræðinga á alls konar málefnasviðum sem hafa jafnvel unnið í áratugi hjá Kópavogsbæ. En þetta starfsfólk sem hefur verið reiðubúið að setja mig inn í málaflokkana og hjálpa mér og hugsa í lausnum þannig að ég geti framfylgt þeim verkefnum sem við höfum lofað okkar kjósendum. Nú kannski 4. þátturinn sem ég vildi nefna, það að við erum með mjög öflugt og gott stjórnendateymi. Ég er með 5 framkvæmdastjóra sem að stýra bara ólíkum málasviðum eða málaflokkum sveitarfélagsins. Og þetta bara mitt framkvæmdastjórateymi. Þó ég segi sjálf frá, þá ég afskaplega stolt af því hvað við höfum áorkað miklu það sem af þessu kjörtímabili. Við í meirihlutanum fórum af stað eða skrifuðum meirihlutasáttmála þar sem við bara fórum yfir nákvæmlega þau verkefni sem við ætluðum að klára á kjörtímabilinu og flokkum það meira eftir málaflokkum. Og fyrir þetta viðskiptaþing þá tók ég bara saman hver staðan, hvernig hefur okkur gengið að framfylgja þeim verkefnum sem við lofuðum okkar kjósendum. Og niðurstaðan svo að við erum búin að klára 80% af þeim verkefnum sem við ætluðum okkur að gera á þessum 4 mánuðum. Og það eru 15 mánuðir eftir, þannig að sjálfsögðu ætlum við að klára öll okkar verkefni. Ég sá líka svona tiltölulega fljótlega að það voru tækifæri til hagræðingar. Við fórum markvisst yfir það og lokuðum ákveðnum stofnunum sem voru bara kannski búin að fjallagast upphaflegu markmiðum, ekki að skila tilætluðum árangri. Nú svo vorum við til dæmis að reka hjúkrunarheimili sem uppfyllti ekki einu sinni kröfur og rekstur hjúkrunarheimila á svo sannarlega að vera á borði ríkisins. Þannig að við lokuðum þessum stofnunum. Við fórum líka í hagræðingar á rekstri. Við erum með stífari reglur endurráðningar. Við fækkuðum pólitískum
nefndum og pólitískum fundum. Við sameinuðum forstöðumannastöður og svo sem dæmi jukum við sjálfsafgreiðslu á bókasöfnum. Allar þessar aðgerðir leiddu til þess að við gátum framfylgt einu loforði sem við höfðum lofað okkar kjósendum. Og það var að við ætluðum ekki að blása til nýrra útgjalda nema nauðsyn krefur, en við ætlum líka að skapa rými til að lækka álögur á fólk og fyrirtæki í Kópavogi. Og það erum við búin að gera öll árin frá því við tókum við. Og við ætlum okkur svo sannarlega að gera það á þeim árum sem eftir eru. En þetta kannski það sem kom mér skemmtilega óvart þegar ég steig inn í Ráðhúsið. En það verður að segja eins og að það var hins vegar ýmislegt annað sem kom mér því miður leiðilega óvart. Eitt af því sem ég vil nefna hér þessi þrefalda uppsagnarvernd sem tilheyrir opinbera markaðnum. Ég hafði verið að skoða þetta utanfrá og ég áttaði mig á því þá, auðvitað, eitthvað skakkt í þessu. Af hverju ríkir meiri vernd á opinbera markaðnum heldur en á einkamarkaðnum? Það eitthvað skakkt við þetta. En svo, því ég horfði á þetta innanfrá, þá bara óraði mig ekki fyrir því hversu slæmt þetta hvaða áhrif þetta að hafa á allt kerfið okkar. Hversu þunglamalegt kerfið okkar hversu mikið flækjustig þetta og hversu kostnaðarsamt þetta Þessi lög eru frá því þau voru sett fyrir 30 árum síðan. Og þið getið rétt ímyndað ykkur hvað verkefnin hafa breyst mikið á þessum 30 árum. Ég meina, horfið bara á hið opinbera. Umfangið hefur aukist á þessum árum. Þetta eru fjölbreyttari verkefni. Og svo eru líka bara fjölmörg dæmi þess efnis að opinberi markaðurinn jafnvel bara beinni samkeppni við einkamarkaðinn. Og ég sé þetta bara út frá Kópavogsbæ. Fyrir 30 árum síðan vorum við að sinna allt öðruvísi þjónustu, eða þjónustan var allt öðruvísi heldur en það sem við erum að þjónusta í dag. Og auðvitað breytist þjónustan í takt við þarfir íbúa. En við verðum að tryggja það að við getum líka breytt mannauðið okkar í takt við breytta þarfir. Vegna þess að verðmætasköpun okkar ekkert annað en að veita framúrskarandi þjónustu. Á meðan sveitarfélög að sinna lögbundinni þjónustu og líka standa vörð sjálfbæran rekstur, þá þarna aukabreyta, ytri breyta, sem ég sé að við höfum alla stjórn á. Og það veikindakostnaður, sem að rísa ár frá ári. Og ég sé þetta hjá Kópavogsbæ og ég hef lagt áherslu á það að við reynum þó að sporna gegn þessari þróun. Og þess vegna hef ég sett bara fólk í það að bara markviss fræða stjórnendur, eiga samtali við starfsmenn, sem og líka auðvitað bara mæla líðan starfsmanna til að sporna gegn því að við missum starfsfólk í langtíma veikindi. En því miður að þá má bara segja eins og að verkfærin eru af skornum skammti. Það eru þarna öfugir hvatar sem verður ekki breytt nema við breytum þessu. Hér ég með, kannski, þetta ýktasta dæmið, en ef þú ert búin að vinna ákveð lengi hjá hinu opinbera, að þá áttu rétt á 1 árs veikindaleyfi. Og starfsmaður fyrir 1 ár frá störfum í veikindaleyfi, kemur tilbaka heila vinnuviku, 5 daga og aftur búin að öðlast 1 ár í veikindaleyfi. Og þið getur rétt ímyndað ykkur hvaða áhrif þetta hefur, sérstaklega fyrir sveitarfélög sem eru bara að sinna venjulegri lögbundinni þjónustu, mikilvægri þjónustu. Að við þurfum að vera með 2 í einu stöðugildi. Og bara árlegur kostnaður við þetta eru 30 milljónir króna. Og ég tók það nú bara saman, hver veikindakostnaður Kópavogsbæjar, hver var hann á síðasta ári? Já, hann 1,5 milljarður króna. Og þetta við erum í þannig starfsemi að við þurfum auðvitað að manna þær stöður sem við missum út.
Annað dæmi sem áhugavert líka að skoða bara hvernig lítum við þó út, hver samanburðurinn við opinbera markaðinn og einkamarkaðinn. Ef við horfum á Reykjavíkurborg, þá eru meðalstarfsmaður mánuð frá störfum sökum veikinda á hverju einasta ári. Hjá Kópavogsbæ rúmlega 3 vikur, en bankastarfsmenn eru hins vegar rúmlega viku frá störfum. Ég held að það sjá það allir og átti sig allir á því að þessi ríku réttindi skapa öfuga hvata. Og það ekkert sem segir manni að það eigi að vera mismunandi réttindi þarna milli þessara tveggja markaða, vegna þess að staðan allt önnur heldur en fyrir 30 árum síðan. Þriðji og síðasti punkturinn sem ég vildi líka nefna við ykkur, svo fer ég í miklu skemmtilegri hluti. En það ráðningarferli. Það kom mér rosalega á óvart þegar ég steig inn í Ráðhúsið og áttaði mig á því hversu tímafrekt þetta að auglýsa eftir starfsfólki. Það þarf að passa það að forsendur séu allar nákvæmlega hvernig við ætlum að hæfnismeta fólkið sem kemur inn eða sækir Því að annars, ef við vogum okkur að ráða einhvern annan sem kannski uppfyllir ekki öll skilyrðin en þó flest, að þá erum við bara kært. Og þetta auðvitað tekur gríðarlega, þetta bara ekki bara tekur langan tíma að fara í svona ráðningarferli, þetta kostnaðarsamt og bara þunglamalegt. Og svo auðvitað með ólíkindum hvernig við erum alltaf að birta nöfn þeirra sem sækja hjá hinu opinbera í ákveðnum störfum. Þetta auðvitað rosalega fráhrindandi fyrir kannski gott fólk sem í fínni stöðu en vill kannski stíga skrefið og sækja en það auðvitað fráhrindandi að vita það að þú ert kannski að fara með, eða nafn þitt verður á blöðum Morgunblaðsins eða forsíðu Morgunblaðsins eftir sækir Þannig að ég skil ekki af hverju þurfum að birta þetta og það væri nú heldur betur til bóta ef við myndum bara breyta þessu. En það líka annað sem að ég kynntist eftir að ég steig inn í Hamraborgina og það þessi stífa launasetning. Opinberir starfsmenn svolítið svona, þeir settir í ákveðið hólf, bara eftir því hvað reynslu þú hefur, mannaforða og svo framvegis. Og það ekkert rými til að umbuna því starfsfólki sem þykir skara fram úr í vinnu. Þannig að þetta skapar jafnframt að ranga hvata vegna þess að þetta kannski stuðlar að því að við sjáum ekki þessa framþróun í starfi sem við svo sannarlega viljum sjá hjá hinu opinbera eins og einkamarkaði. Þannig ég segi að við stjórnendur hjá hinu opinbera þurfum auðvitað að hafa gulrót og prikk til að við getum leitt áfram umbætur, til að við getum stuðlað að aukinni skilvirkni í opinberum rekstri. En það þó ekki þannig eins og ég, bæjarstjóri, sé að sinna allri grunnþjónustu Kópavogsbæjar. Síður en svo. Vegna þess að ég með mjög öflugan mannauð sem dag frá degi að sinna mikilvægri þjónustu. Hvort sem á sviði skólamála, velferðarmála, málefni aldraðra. Þetta er allt mikilvæg þjónusta sem þurfum að sinna vel og bæjarbúar okkar treysta á. En það breytir þó ekki því að verkefnin breytast og störfin verða að breytast með. Við verðum að stuðla því að stjórnkerfið okkar geti breyst í takt við breytta þarfir. Og hverjar eru þarfir sem við horfum til? Já, það auðvitað bara þjónusta við bæjarbúa. Verðmætasköpun okkar fólgin í því að veita framúrskarandi þjónustu. En á meðan við erum með þessar heimatilbúnu hindranir, þá getum við ekki brugðist eins hratt við. Þrátt fyrir að við sjáum það að þarfirnar að breytast, en þá ríkið afskaplega þunglamalegt og mjög erfitt með að hreyfa sig í takt við breytta tíma. En að lokum, þá langaði mig kannski að fara stuttlega yfir hvar ég sé að stærstu tækifæri liggja hjá Kópavogsbæ. Já, það auðvitað í skólamálunum. Vegna þess að skólar og málaflokkurinn þar langsamlega stærsti málaflokkur sveitarfélaga.
54% af skatttekjum okkar renna til málaflokksins. Þrátt fyrir það að þetta langsamlega mikilvægasti málaflokkurinn okkar, þá erum við samt sem áður að sjá það að við erum ekki að standa okkur sem skyldi. Árangur okkar í grunnskólamálum stenst ekki alþjóðlegan samanburð og það engin samræmdur mælikvarði á árangur eins og sakir standa. Nú síðast en ekki síst að þá höfum við jafnframt verið að sjá það að það krefjandi starfsumhverfi, ekki bara í leikskólum, heldur líka í grunnskólum. Þegar ég tók við þá fór ég fljótlega í það að heimsækja alla leikskóla Kópavogs. Því að það sáu það allir utanfrá að það var svona, má segja, molna undan kerfinu og hefur verið undanfarin ár. Ég sá það hjá Kópavogsbæ að við vorum með deildir lokaðar heilu og hálfu dagana sökum manneklu eða veikinda. Og það er meira að segja eitt dæmi í einum leikskóla þar sem við höfum ekki opnað deild í 6 ár vegna þess að við náðum ekki að manna. Og ég heimsótti alla leikskóla Kópavogs, átti samtal við starfsfólk og stjórnendur til bara að skilja hvað það er sem við getum gert til að mæta þessum áskorunum, til að breyta. Og niðurstaðan var svo að haustið 2023 innleiddum við Kópavogsmódelið. Og þetta voru róttækar breytingar og við vissum það. Og við vitum hvað róttækar breytingar gera. Það er auðvitað, við mætum andstöðu, við heyrðum gagnrýni. Ég var sökuð með að vera andfeministi, ekki grín. Kópavogsmódelið, það var einn sem sagði það að væri birtingarmynd þess eða bakslags í íslenskri jafnréttisbaráttu síðustu ára. En núna þegar við erum búin að keyra á þessu módeli hátt í 2 ár, að þá sem betur fer heyrum við ekki þessar gagnrýnisraddir. Vegna þess að það sjá það allir hvaða árangur við erum að skila. Eftir þessar breytingar þá höfum við aldrei þurft að loka deild á leikskólum Kópavogs. En til samanburðar, bara ári áður en við fórum í þessar breytingar og vorum að keyra á gamla módelinu, þá þurftum við að loka í 112 daga. Við höfum líka verið að mæla kannanir og við sjáum það í rannsókn sem var gerð á vegum Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri að starfsánægja starfsfólks og líðan barna hefur aukist til muna. Nú síðast en ekki síst, þá erum við með fullmannaða leikskóla. Við erum núna með allar deildir opnar og meira að segja þessi deild sem var lokuð í 6 ár, hún er opin í dag, sem þýðir það að við getum boðið fleiri börnum leikskólapláss og foreldrar geta treyst á þessa mikilvægu þjónustu. En þá kannski að grunnskólakerfinu. Eins og þið hafið heyrt, þá hefur grunnskólastigið eða grunnskólakerfið sætt gagnrýni. Og það er auðvitað ekki að ástæðulausu. Stjórnvöldum ber lögum samkvæmt að vera með samræmt námsmat. En á undanförnum árum hefur ekkert slíkt mat verið gert. Og þetta hefur líka leitt til þess að við erum ekki að mæla árangur barnanna okkar. Ég tel samt þó að þetta sé sannarlega á könnu stjórnvalda, þá samt sem áður sá ég að það er ýmislegt sem við, Kópavogsbær, getum gert til að bregðast við þessari stöðu. Og þess vegna fór ég aftur í heimsóknir. Ég heimsótti alla grunnskóla Kópavogs, talaði við 100 nemendur, 20 foreldra, 215 kennara og 15 stjórnendur. Og eftir þetta víðtæka samráð þá hafði ég ákveðna svona yfirsýn yfir það hvaða áskoranir við erum að gera við. Hvaða er sem stjórnvöld þurfa að gera og hvaða er sem við, sveitarfélög og Kópavogsbær getum gert til að bregðast við. Það blasir alveg við að það er skortur á yfirsýn yfir námsstöðu barnanna. Það er ekki bara börnin sem kvörtuðu undan því, heldur líka foreldrarnir. Það er óskýrt námsmat. Við höfum ekki verið með samræmt námsmat svo árum saman, þrátt fyrir að lögum samkvæmt ber okkur skylda að gera sér. Ég heyrði það líka að það er ósamræmi í kennslu, jafnvel milli ólíkra grunnskóla í Kópavogi. Það er lítið samstarf við foreldra
og það ákall það að foreldrar axli ábyrgð á námi barnanna sinna. En það rosalega erfitt fyrir foreldrar að axla ábyrgð á námi barnanna hjá börnunum sínum ef að þau ekki með þessa yfirsýn hver staðan í náminu. Jafnframt þurfum við að styrkja ímynd grunnskólanna. Við þurfum að setja skýrari mörk milli skóla og einkalífs. Það þarf að vera meiri agi og við verðum að bera virðingu fyrir störfum kennara. Þetta eru svona þær tillögur sem við erum að vinna með í dag og ég í samráði við stjórnendur, kennara og foreldra. Og ég tel að við getum svo sannarlega gert betur í grunnskólum Kópavogs og við ætlum að gera það vegna þess að við viljum auðvitað mæta þörfum nemenda, foreldra og kennara. Er ég búin að vera rangur í glæra á svona tíma? Enginn að segja neitt. Að lokum, hvernig sköpum við forskot hjá hinu opinbera? Við þurfum að nýta auðvitað innbyggða styrkleiki og það það sem ég gerði þegar ég steig inn í Ráðhús Kópavogs. Ég var til að fljóta áttum á því hvar styrkleikarnir liggja og þessir styrkleikar, stuttar boðleiðir, öflugt stjórnendateymi, lausnamiðað starfsfólk og síðast en ekki síst auðvitað agi í fjármálum leiti til þess að við höfum áorkað miklu og erum bara að vinna samkvæmt okkar sáttmála. Okkar verkefnalista skýr og við ætlum okkur svo sannarlega að uppfylla þau loforð sem við lofuðum okkar kjósendum á kjörtímabilinu. En við getum líka gert annað. Það hægt að breyta verklagi, það hægt að stytta fundi. Ég enn að fá skýrslu sem ég skil ekki alveg hver tilgangurinn. Þannig við höfum líka að breyta svona verklaginu samfara því sem að þarfinnar breytast. En það skiptir auðvitað líka máli að við getum notað bæði gulrætur og prik. Það auðvitað staðreynd að þarfir okkar breytast. Þarfir okkar bæjarbúa, okkar kjósenda breytast. Og við verðum að geta brugðist hratt við. En því miður þá erum við með heimatilbúna hindranir sem að koma í veg fyrir það að við getum brugðist hratt við. En góðu fréttirnar auðvitað þær eru heimatilbúnar. Þannig að við getum svo sannarlega rutt þessum hindrunum úr vegi ef vilji til þess. Nú, við þurfum líka auðvitað að mæla umbætur og gagnvart Kópavogsbæ og sveitarfélögunum segi ég að stærstu tækifæri okkar í skólamálum. Við höfum sýnt það að Kópavogsmódelið, þó það sætti gagnrýni, en þá erum við núna að sjá þann árangur sem við lögðum upp með á ansi stuttum tíma. Við erum búin að keyra módelið á svona 1,5 ári. Byrjuðum á þessu haustið 23. Og þessi kerfisbreyting að skila þeim árangri sem við ætlum okkur. Og við ætlum að gera slíkt hið sama á grunnskólastiginu. En svona að lokum. Þegar ég í ferðalagi með börnunum mínum og manninu mínum, þá förum við oft í leikinn Frún í Hamborg. Og þið munið, maður þarf að segja já eða nei við spurningunni. En ég ætla svolítið að snúa sig við og spyrja hvað ætla Frún í Hamraborg að gera við peningana sem Kópavogsbúar gáfu með. Það sem Frún ætlar að gera, hún ætlar að draga úr sóun, hún ætlar að stuðla að aukinni skilvirkni í rekstri og síðast en ekki síst sem við viljum kjósenda, sem við viljum Kópavogsbúa, að tryggja framúrskarandi þjónustu. Og það það sem við eigum að vera að gera. En því miður þá eru hendur mínar og oft bundnar í mörgum verkefnum vegna þess að við erum bara búin að setja alls konar heimatilbúnar hindranir hingað og þangað sem að leiðir til þess að kerfið þunglamalegt, það gríðarleg sóun í opinbera kerfinu og við erum ekki að fara vel með fjármagn skattgreiðenda. Við verðum að geta brugðist við, þarfir breytast og opinbera kerfið þarf að breytast í takt við þarfirnar. Takk fyrir.
höldum áfram með bíltúrsmyndlíkinguna, þá erum við komin í Staðaskála. Við getum núna hoppað út og fengið okkur veitingar, farið á salerni og tekið smá spjall í 30 mínútur eða svo. Þannig að ég hveti ykkur til að standa upp og hrista eins úr löpunum. Hi, ég heiti Brynjar Ólafsson og ég er Master of Business Analytics við MIT. Ég vil þakka viðskiptaráði innilega fyrir námsstyrkinn og hann mun nýtast mjög vel í náminu hérna úti. Námið hérna í MIT einbeitir sér að gervigreind og bestunarlausnum. Maður hefur einnig möguleika á að vinna með prófessorum hérna í MIT þar sem ég var að skoða áhrif náttúruhamfara á smásölugeirann hérna í Bandaríkjunum. Maður hefur einnig möguleika á að vinna með stórfyrirtæki þar sem ég var að vinna að búa til gervigreindarforrit til að bæta nákvæmni myndgreiningar. Eftir námið vil ég flytja þessa reynslu til Íslands þar sem ég vil stuðla að nýsköpun og tækniframförum bæði í atvinnulífi og samfélagi. Komið sæl, ég heiti Hildur Hjörvar og ég er framhaldsnemi við lagadeild Harvard. Námsstyrkurinn frá viðskiptaráði nýtist mér gríðarlega vel við að klára námið hér í vor. Takk kærlega fyrir mig. Ég valdi Harvard vegna þess að nálgunin á laganám hér er þverfætt. Deildin brúar bilið á milli lögfræði og til dæmis hagfræði, tölvunarfræði, atferlisfræði og umhverfisfræði. Hér er mikil áhersla lögð á það hvernig lögin þjóna samfélaginu og hvernig sé hægt að beita lögunum til að takast á við nýjar áskoranir á borð við loftslagsbreytingar og gervigreind. Meðfram náminu hef ég sinnt bæði rannsóknum og kennslu. Ég hef sömuleiðis nýtt tímann til að mynda tengsl milli Evrópu og Bandaríkjanna en sem forseti Evrópuréttarsamtaka Harvard hef ég skipulagt ráðstefnur og fyrirlestra til að hvetja til skoðanaskipta og þekkingarmiðlunar. Ég heiti Kári Rögnvaldsson og ég er að læra gagnavísindi við ETH-háskóla í Zürich í Sviss. Ég vil þakka viðskiptaráði og valnefnd Menntasjóðs kærlega fyrir þessa miklu viðurkenningu. Námið er samstarfsverkefni milli stærðfræði og tölvunarfræðideildar skólans og það er lögð mikil áhersla á tölfræði og gervigreind í námsleiðinni. Ég valdi þetta nám vegna þess að samtvinnar áhuga minn á stærðfræði og þrautalausnum annars vegar og hins vegar á tölvunarfræði og gögnum. Ég hef mestan áhuga á stórum málleikunum og hvert þeir geta tekið okkur, en ég held að námið muni nýtast mjög vel vegna þess að nokkuð ljóst að gögn og gervigreind muni spila stórt hlutverk í öllum atvinnugreinum í íslensku atvinnulífi í framtíðinni. Hæ, ég heiti Svala Sverrisdóttir og ég er doktorsnemi í stærðfræði við Kaliforníu háskóla í Berkeley. Ég þakka kærlega fyrir styrkinn frá viðskiptaráði og hann nýtist mér mjög vel í náminu. Í náminu mínu einbeiti ég mér að rannsóknum í ólinulegri algebru og þá einkum hagnýtingu hennar í ýmsum greinum eins og skammtafræði. Ég hef alltaf áhuga á stærðfræði og hagnýtingu í ýmsum greinum og þess vegna valdi ég þetta nám þar sem það er stór hópur undir leiðsögn leiðbeinanda míns, Ben Stumpfers, sem einbeiti sér að nákvæmlega þessum verkefnum og þá einnig í hagfræði og öðrum greinum sem geta nýst í íslensku atvinnulífi þetta meir. Velkomin aftur. Eitt af skemmtilegasta sem við gerum hjá viðskiptaráði er að styðja eða veita þessa námsstyrki og styrkja þannig ungt fólk í námi erlendis. Og talandi forskot í dag, þá eru þetta okkar stærstu forskot og mjög gaman að fara yfir margar efnilegar umsóknir en erfitt á sama tíma. Þannig að við erum mjög bjartsýn bara fyrir hönd komandi kynslóða. En ég ætla ekki að hafa fleiri orð en það. Við byrja bara næsta dagskrálið sem er ávarp Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra Íslands. Kristrún, gjörðu svo vel. Sæl. Ég var alveg með út í maður, ég sá þessi myndbönd en þess að ég fekk eins og svona styrk og ég var alveg viss að Bjössi væri að fara að birta myndböndin af mér sem að byrja á sínum tíma sem að var þetta bara hið besta mál. En já, talandi forskot, ég meina þetta hjálpaði mér svo sannarlega þegar ég var í mínu framhaldsnámi og var ótrúlega gaman að sjá hvað mikið af flottu ungu fólki sem er í náminu erlendis. En viðskiptaþing, góði gestir,
Það gleðilegt að fá tækifæri til að ávarpa svona glæsilegan hóp athafnafólks og fulltrúar íslensku atvinnulífi, bæði fyrir mig sem fyrrverandi starfsmann Viðskiptaráðs, sem vissi það ekki hérna af því að mér finnst þetta ekki sérstaklega langt síðan ég flutti heim og þetta var fyrsti vinnustæðurinn sem ég kom á og það var í ekki langan tíma. En ég tók það einmitt við á honum Birni Brynjólfi sem var þá hagfræðingur og núna orðinn framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs. Svona nú Ísland lítið land. En nú ég snúin aftur sem forsætisráðherra í nýrri ríkisstjórn sem nýtur meirihluta stuðnings Alþingis eftir nýliðnar kosningar. Og ég vil bara þakka fyrir að hafa verið svona vel tekið á móti mér á sínum tíma á Viðskiptaráði og núna í komandi störfum okkar því við höfum svo sannarlega verk að vinna. Og við getum átt mjög góða samleið á næstu árum. Ég er nefnilega með góðar fréttir fyrir ykkur. Ég ætla ekki að nota tækifærið í dag til að fara yfir einhverjar hagtölur eða glærur stöðu mála og ég ætla heldur ekki að vera með eitthvað uppistand. Ég ætla frekar að ræða við ykkur í stuttu máli stefnu nýrrar ríkisstjórnar og skilaboð okkar til atvinnulífsins. Hverju munum við breyta, hvernig ætlum við að vinna og hvað við getum gert saman. Og góðu fréttirnar eru þessi. Þið fengu ríkisstjórn sem viðskiptavæn. Ríkisstjórn sem gengur í verkin, heggur á hnúta og klárar mál. Það munar minna fyrir fyrirtækin og atvinnulífið að fá verkstjórn. Og þið sjáu þetta í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og í störfum okkar fyrstu vikunar. Við ætlum áfram, við látum verkin tala og við hikum ekki við að hrista upp í hlutunum og taka stórar ákvarðanir til að fylgja eftir þeirri stefnu og þeim breytingum sem vorum kosin til að leiða. Þannig munum við vinna og þið getið lagt okkur lið. Við skulum gera þetta saman en við ætlum okkur að fara áfram. En það eru ekki föst í viðjum vanans. Þessi ríkisstjórn er ekki í fangi sterkra hagsmunaafla eða stífrar hugmyndafræði þó maður sé auðvitað með lífsskoðun og ákveðna lífsskoðun sem skiptir auðvitað máli, einhvern kjarna sem fylgir manni. Og ég veit að þið eru öll hérna inni með auga fyrir góðum tækifærum. Og þið sjáu það væntanlega að það eru mikil tækifæri í þessari stöðu fyrir fyrirtækin, fyrir fólkið og fyrir Ísland allt. Að því sögðu þá það auðvitað ekki þannig að við þykjumst hafa öll svörin. Og þess vegna tökum við samtali, þess vegna virkjum við þjóðina með okkur, eins og til dæmis í svo skemmtilega hagræðingarverkefni sem ég veit að mun skila árangri og ég finn að nú þegar farið að hafa áhrif á hugsunarháttin í stjórnkerfinu á víða. Fólk bara farið að spyrja mjög krítiskra spurninga í öllum deildum stjórnkerfisins og það skiptir máli. Ég veit alveg líka að við verðum ekkert alltaf sammála um allt. Það verður aldrei hægt og það eru alltaf ólíkir hagsmunir sem að togast á og þar verðum við að finna eitthvað jafnvægi. Þá tölum við samt bara hreina íslensku okkar á milli og berum virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum, hagsmunum og tökum öll sjónarmið til greina. Þið vitið og ættu að vita fyrir ykkur sem hafa fylgst með íslenskri pólitík á undanförnum árum, þið vitið alveg hvernig við vinnum og hafið kannski fylgst með því hvað hefur gerst í Samfylkingunni og hvernig ég sem formaður Samfylkingarinnar breytti flokknum á undanförnum árum. Við gerðum það til að fara upp og nær fólkinu í landinu. Við heimsæktum til dæmis 250 fyrirtæki bara í fyrra og þá var ekkert verið að spyrja neitt flokkskírteini. Við komum bara til að hlusta og læra af atvinnulífinu, læra ykkur landsins gagn og nauðsynjar og vera með puttan og púlsinn í íslensku atvinnulífi. Og ég má bara til að þakka fyrir móttökurnar. Ég lærði mikið af þessu persónulega og það hreint út sagt ótrúleg upplifun að fá svona nærmynd af því hvað verið að gera. Það verið að gera mjög merkilega hluti í fyrirtækjum okkar og maður fyllist auðvitað bara mikilli auðmýkingu og það er mikilli auðmýkt að átta sig á því hvað fólk að taka sig fyrir hendur. Þetta eykur líka skilning manns og virðingu fyrir öðrum sjónarmiðum og það skiptir máli. Og það skiptir gríðarlega miklu máli þegar maður er komin í þessa stöðu sem við í ríkisstjórninni núna erum, að við höldum þessu samtali áfram, ekki bara að lokuðum skrifstofum, heldur förum líka og tölum við fólkið á gólfinu og höldum þessu gangandi. En svona nærmynd þetta bara gríðarlega mikilvæg og þess vegna vil ég þakka aftur fyrir það og það eru örugglega fjölmargir hérna í salnum sem að tóku þátt í þessum samtölum með okkur. Ísland auðvitað frábært land
við vitum það öll hérna inni, við getum verið stolt af því, en það eitt að fyllast stolti yfir því sem við höfum þegar gert og áorkað, og það annað að líta til framtíðar og spyrja hvað getum við gert með ríkisstjórn sem mætir væntingum og metnaði fólks eins og ykkur. Ég nefnilega sjálf að skóla að ég lít svo á að verðmætasköpun sé ekki einkaframtak fjármagnseigenda og forstjóra, þó ég beri mjög mikla virðingu fyrir hlutverki beggja hópa og hafi fullan skilning á mikilvægi öflugra stjórnenda, frumkvöðla og forystufólks í atvinnulífi, og ég held reyndar að flestir átti sig á því að verðmætasköpun auðvitað samvinnuverkefni milli launþega, milli atvinnurekenda og líka, já, hins opinbera. Þannig að skilaboðin til atvinnulífsins eru skýr. Við ætlum að stækka kökuna og styrkja velferð. Ekki annað hvort, heldur bæði. Við ætlum að vinna saman, við viljum að þeir vinni með okkur, við viljum að þeir komi með okkur í að fjárfesta í innviðum og trúi mér, við getum skapað svo mikil verðmæti hér á landi og við getum spýtt þeim áfram inn í samfélagið með stolti yfir því sem við eigum hérna saman og því sem við eigum og hefur gert okkur kleift að reka þetta markaðshagkerfi hérna yfir höfuð. Því markaðshagkerfi verður ekki til upp úr þurru. Það eru lög, reglur, eftirlit, rammi, fyrirsjáanleiki sem skiptir máli fyrir atvinnulífið. En ég spyr ykkur, hvað það sem við getum gert saman á næstu árum til að stækka kökuna? Og meðan við hugsum málið, þá skal ég byrja að nefna 5 atriði sem við getum síðan kannski tekið stöðun aftur með ef mér verður boðið aftur á viðskiptaþing eftir ár. Í fyrsta lagi, þá þurfum við að ná aftur stöðugleika og við verðum að halda áfram að lækka vexti. Þegar við heimsóttum fyrirtækin hringinn í kringum landið, þá kom það svo skýrt fram að þetta snýst ekki bara skatta. Vexti, laun og annar kostnað getur sveiflast margfalt meira og sú summa hefur í raun miklu meiri og veigameiri áhrif á rekstur flestra fyrirtækja, þó að skattprósentan sé vissulega há hérna á landi eins og í öðrum velferðarríkjum. Verkalýðshreyfingin og atvinnurekendur gerði sitt með ábyrgum kjarasamningum á síðasta ári, en stýrivextir Seðlabankans hafa ennþá ekki lækkað nema í 8% og við vitum alveg að ríkisfjármálin hafa verið í ólestri og þarna eru mikil tækifæri. Þannig að ný ríkisstjórn, hún mun innleiða stöðugleikareglu. Við erum að taka til í rekstrinum, við ætlum að hagræða, við ætlum líka að bæta skattskil, loka glufum og fækka undanþágum úr skattkerfinu. Einfalda skattkerfið, myndi einhver segja. Allt þetta ásamt aðgerðum í húsnæðismálum mun stuðla að stöðugleika í efnahagslífi og allur stuðningur í þessum málum vel þeginn. Af því að það þarf að gera þetta djarflega, en við þurfum líka að gera þetta varlega. Í öðru lagi, þá þurfum við að ná sátt auðlindagjöld og orkuöflun. Og það aðeins með breiðri pólitískri sátt almenn auðlindagjöld sem við getum skapað meiri fyrirsjáanleika í þessum atvinnugreinum sem byggja á nýtingu náttúruauðlinda og alltaf gerð svo mikil krafa Þannig eru hagsmunir þessara greina best tryggðir til lengri tíma. Skýr og réttlátur rammi lykillinn að aukinni fjárfestingu og verðmætasköpun í auðlindagreinum eins og til dæmis sjávarútvegi, sjókvíaeldi, ferðaþjónustu og orkuframleiðslu. Og þarna til mjög mikils að vinna og ég vonast til þess að ríkisstjórnin fái aðstoð einmitt héðan til að gera þetta vel. Og ég bendi á, síðast bara í gær fyrir þá sem var að fylgjast með þinginu, að við erum að ganga beint til verka í orkumálum. Við erum að höggva á hnúta, en þó af þeirri fagmennsku og virðingu sem nauðsynlegt til að nokkuð sátt geti náðst í svona viðkvæmur málaflokkur. Þetta skiptir máli og þarna getum við unnið saman og það væri auðvitað best fyrir alla. Í þriðja lagi þá viljum við lyfta fjárfestingu hins opinbera. Þetta viljum við gera með því að endurheimta stöðugleika, hagræða í ríkisrekstri og styrkja skattkerfið. Og þá skapast svigrúm til að auka fjárfestingu hins opinbera í innviðum. Ég hef stundum bent á það að fjárfesting í samgöngum á Íslandi hefur verið í kringum 0,5% af vergri landsframleiðslu, en í öðrum ríkjum OECD þetta og yfir 1%. Samt erum við mun strjálbýlla land en þessi samanburðarlönd sem við oft horfum til. Og þarna verðum við einfaldlega bara að gera miklu betur.
Og það á þetta heldur ekki bara við efnislega innviði á borð við samgöngur, það þarf að lyfta almennt opinberri fjárfestingu og það þarf leið auðvitað að hvetja til aukinnar fjárfestingar einkaaðila á Íslandi. Og þetta vinnur saman og verður algjört forgangsatriði hjá mér sem forsætisráðherra og hjá þessari ríkisstjórn. Í fjórða lagi þá viljum við fækka stofnunum og styrkja stjórnsýsluna. Það þarf að bæta og til þess að bæta þjónustu við borgarana og auka skilvirkni í samskiptum hins opinberra og fyrirtækja, þá verðum við að horfa til þess að styrkja stjórnsýsluna og virkja betur þetta samband. Það eru allir hérna meðvitaðir mikilvægi þess að þessi samskipti gangi snurðulaust fyrir sig. Og nú er það þannig að stofnanir ríkisins eru 160 talsins, sveitarfélögin eru enn 62, þó þeim hafi fækkað undanförnum áratugum. Og það eru augljós tækifæri sem felast í því að gera stofnanir ríkisins færri, skilvirkari og áreiðanlegri þjónustu. Og þetta er eitthvað sem meðal annars verið að skoða núna í hagræðingarhópnum. En það skiptir máli hvernig þetta er gert. Það þarf að gera þetta réttan hátt. Það þarf að gera þetta af virðingu fyrir fólki sem sinnir mikilvægum störfum. Það þarf að tala af virðingu líka fyrir fólk sem starfar hér og opinbera, alveg eins og við skiljum mikilvægi einkaframtaksins. Það er hins vegar eilífðarverkefni að styrkja stjórnsýsluna og leggja hagræðis í rekstri. Eins og þið auðvitað vitu öll mæta vel. Það er ekki auðvelt að hagræða, það er ekki auðvelt að fjárfesta og það tekur tíma að ná umbótum í gegn. Og þess vegna þurfum við að hafa þolinmæði þó við göngum hreint og fljótt til verka. Og þarna ætlar ríkisstjórnin sannarlega að taka til hendinni. Í 5. lagi, og síðast en ekki síst, þá viljum við móta atvinnustefnu fyrir Ísland. Atvinnustefnu til að auka framleiðni í íslensku hagkerfi og með því að sjá til þess að hið opinbera sé sannarlega ýta undir það að framleiðsluþættir okkar nýtist þar sem framleiðni er mikil og þar sem verðmætasköpun styrkir samfélagið allt. Við verðum að tryggja fyrirtækjum eðlilegan og sjálfsagðan fyrirsjáanleika. Við þurfum að ryðja hindrunum úr vegi sem þjóna litlum eða óljósum tilgangi. Við verðum að hætta að innleiða regluverk sem er óþarflega íþyngjandi og við verðum að gæta betur á hagsmunum okkar innan EES. Og síðast en ekki síst, þá skulum við sameinast að taka fast á félagslegum undirboðum. Félagsleg undirboð grafa undan íslenskum vinnumarkaði og þau skekkja samkeppnisstöðu fyrirtækja og vinna þannig gegn aukinni framleiðni í hagkerfinu. Ríkisstjórnin ætlar að móta atvinnustefnu með áherslu á þetta, sjálfbæran vöxt atvinnugreina, háa framleiðni, vel launuð störf og ég skipa atvinnustefnuráð með ráðgefandi hlutverk sem vinnur þvert á ráðuneytin og leggur mat í síföldu á stöðu atvinnugreina. Framleiðni verður líka auðvitað tekin að mestu sem svona stærsti hlutin inn í þessa mynd, en svo er það sjálfbærni hagvaxtar og áhrif á vinnumarkaðinn og innviði sem skiptir auðvitað sköpun. Og ég mun án efa kalla til fólk úr ykkar röðum til að taka þátt í þessari vinnu og ég hlakka til samstarfsins. Stöðugleiki og lægri vextir, sátt nýtingu auðlinda, aukin fjárfesting í innviðum, sterkari stofnanir og atvinnustefna fyrir Ísland. Þetta getum við gert með að taka höndum saman og lagt grunninn að forskoti Íslands til framtíðar. Því ef við tölum bara af fullri alvöru hérna inni, erum við að fara að snarlækka skatta og skera allt niður á næstu árum hjá hinu opinbera? Gleymið hugmyndinni. Það er ekki stuðningur við neitt slíkt, hvorki hjá nýrri ríkisstjórn né hjá fólkinu í landinu. Það er gerð krafa mikla opinbera þjónustu. Það er héðan gríðarleg krafa opinbera fjárfestingu, innviði, framkvæmdir, þjónustu við starfsfólk og annað. En það þýðir ekki að hægt að gera eitthvað betur. Þess vegna er orku okkar hérna inni saman allra best varið í það að stækka kökuna og styrkja velferðina með stolti og þakklæti fyrir samfélagi sem eigum þetta. Og minnum þess hvað við komum. Og ég veit alveg að við eigum klárlega samlega í þessu. Af því ég veit alveg að þið eru ekki bara drifin áfram að því að geta sýnt heilbrigðan hagnaði í lok árs, þó að það sé auðvitað mikilvægt. Við erum öll í einhverju tengingu við okkar nærsamfélag og þjóð. Og við brennum öll fyrir því að gera eitthvað stórt, eitthvað sem skiptir máli og taka þátt í einhver sem bætir líf fólks þegar upp er staðið. Við viljum standa saman hérna og standa fyrir eitthvað í sameiningu. En það vitum við líka öll að farsælustu samfélög heims eru velferðarríki
með sterkar opinberar stofnanir sem passa upp á markaðurinn virki. Þar sem ríkir traust best að stunda viðskipti. Og það bara einfaldur samanburður sem sýnir hvort sem það milli ríkja eða yfir tíma síðustu áratugi að það verður ekki villst að þetta fer best saman hönd í hönd, öflug verðmætasköpun og sterk velferð. Þó það sé til einhver hugmyndafræði að þetta gangi ekki upp saman, þá tala öll gögnin sínu máli. Erum við ekki núna eftir að fara að tala næsta Novo Nordisk, sem var til í velferðarríkinu Danmörku? Þar sem jafnaðarfólk hefur gjarnan notað áherslur í viðskipta og velferðarmálum. Þetta hægt víða. Við getum þetta alveg og við vitum alveg að samfélagsgerðin okkar getur gefið og mun gefa ef við höldum rétt á spöðinu svigrúm fyrir einkaframtaki til að styðja og byggja upp stórfengleg fyrirtæki og við skulum vinna áfram á þeim grunni. Viðskiptaþing, þetta eru spennandi tímar, það eru ærin verkefni og mikil tækifæri og ég mun beita mér fyrir því að við förum í þetta saman frekar en að tínast út á jaðrinum. Þetta gerðum við í Samfylkingunni, þetta gerðum við í ríkisstjórninni, þetta gerðu samstarfsflokkarnir mínir og þetta viljum við gera í nýrri ríkisstjórn og sem forsætisráðherra mun ég leggja mig eftir því að færa fólkið í landinu nær hvert öðru, ekki fjær, á tímum þar sem oft vísað til vaxandi sundrungar. Og ég vil höfða bæði til forystu fólks í viðskiptalífi og verkalýðshreyfingu og öðrum sviðum þjóðlífsins að byggja ennþá frekar undir samheldni í íslensku samfélagi. Við þurfum að gera þetta í þágu lands og þjóðar, þannig mun okkur farnast best, en ég segi bara takk fyrir mig og til hamingju með vel heppnað þing og njótið dagsins. Ég þakka forsætisráðherra kærlega fyrir þetta ávarp. Þá síðasti ræðumaður dagsins áður en við kryfjum þingið í lokin. Þá vil ég bjóða á svið Róbert Westman, forstjóra og stjórnarformann Alvotech. Róbert, gjörðu svo vel. Góðan daginn og vonandi búin að eiga góðan dag hérna á viðskiptaþinginu. En það auðvitað sönn ánægja að fá að koma hingað og kynna Alvotech. Saga Alvotech auðvitað mjög áhugaverð og nær yfir 12 ár og langar með að deila inn aðeins með ykkur. En jafnframt að tala líka hvernig við sjáum framtíðina og framhaldið. Nú við stofnuðum félagið 2012 og í raun og veru formulega 2013 en byrjum 2012. Og framtíðarsýnin var ekkert af ódýrari kantinum eða gerðinni. Við ætlum að vera leiðandi fyrirtæki í að búa til líftækni hliðstæðulyf á alþjóðavísu. Þannig að þetta var nú búið til á held ég Servittu fyrir ansi mörgum árum síðan. Og þegar félagið stofnað þá ég forstjóri Alvogen og í raun og veru engin starfsmaður hjá Alvotech. Nú, ég var spurður að því 2002 hvort að ég ætlaði að stofna líftækni í félagi, verandi þá forstjóri í félagi eins og Alvogen sem var að þróa og framleiða samheitalyf, ekki líftæknilyf. Og ég sagði 2002 að þetta væri allt og snemmt, það var ekki reglugerða umhverfi var ekki komið. Þannig hvernig þetta þróa þessi lyf og hvernig þetta framleiði þessi lyf, það lá bara ekki fyrir. Þannig að það voru fullt af fyrirtækjum sem fóru á stað 2002 og ég held að ekkert að sé ennþá starfandi. Ég talaði að byrja 10 árum seinna og við gerðum það og það var auðvitað stór ákvörðun að ákveða það að byggja upp svona félag á Íslandi og ég kem aðeins inn á það aftur. Og ég fer þetta bara til gamans að segja ykkur frá því, fer á stjórnarfund hjá Alvogen, útskýri fyrir stjórn að árið 2020 þá munu heiminum breytast og öll stærstu lyf í heiminum munu vera líftæknilyf, eru miklu skilvirkari en gallinni sáu þau kosta mikið. Það kostar 5–20 milljónir auðveldlega að meðhöndla hvern sjúkling á hverju ári með líftæknilyfjum. Og þó að í raun og veru reglugerða umhverfi var ekki fullmótað á þessum tíma, sérstaklega ekki í Bandaríkjunum,
þá taldi ég svona eðlilegt að byrja í kringum 2013 því eftir 2020 þá skipti öllu máli að vera að koma með ákveðna lyfjaportfóljó og geta byrjað að setja þessi lyf á markað. Ég held að allir í stjórninni keyptu hugmyndina, það tók svona 10 mínútur að sannfæra menn og ég sagði við menn að það væri einn tangur á, það myndi taka 10 ár og kosta $1 milljarð. Og þá var nú engin hendi eftir á lofti. Hún allir snöggir í kaffið og snúðana. Þannig að ég fekk nú bara þann heiður að finna út úr þessu sjálfur. Og við í raun og veru þá stofnum sérfélag sem Alvotech og ég kem aðeins inn á það aftur og eftir. En við í raun og veru 2013 þá hafði Alvogen ekki burði til að byggja upp svona félag en það kostnaður gríðarlegur. Og þið getið bara ímyndað ykkur. 2013, reglugerða umhverfi beinna og þrósilyf ekki endilega komið. Það þarf að tapa $1 milljarð, ég kalla það fjárfestingu en flestir hérna í blöðunum kalla það tapa peningum. Og menn þurfa að þróa eitthvað sem ekki búið að skilgreina hvernig á að þróa. Og svo þarf ég að fá fjárfestinn og samfara þeim og koma með mér. Og sérstaklega á tímum 2013 þau eru gjaldeyrisöft. Þannig að ef einhver kemur pening, þá er alltaf líkur á því að hann fá ekki peningin aftur tilbaka. Þannig að þetta voru nú ekki, líkurnar voru ekki alveg með manni, en ég hefði það mikla trú á þessu og var búinn að hugsa þetta í 10 ár. Þannig að ég fer af stað og Ísland auðvitað var á þessum tíma með enga þekkingu á líftækni þróun eða framleiðslu á 2013. Og þar af leiðandi þurfti að fá þessa þekkingu inn í landið sem var enn svona kannski enn stóra máli sem þurfti að leysa. Og ég var svona nokkuð viss að væri annaðhvort þannig að enginn vildi koma til Íslands eða menn væri kannski alveg til að koma til Íslands og reyndin var sú að flestir sem við buðum starf á endanum komu til Íslands. Nú, hvar er Alvotech í dag? Við erum búin að fjárfesta núna á 12 árum 266 milljarða inn í félagið og mér skilst að það sé 2,5 sinnum Landspítalinn. Mér skilst að það sé hægt að reka 70% heilbrigðiskerfinu fyrir það og allt menntakerfið í meira en 2 ár. Gríðarlega stóra tölur og ef þetta er ekki sett í samhengi þessar tölur, þá eiginlega skiljast þeir. Menn ekki alveg að skilja þetta milljarðar eða milljónir eða hvað er þetta. En þetta eru það stóra tölur að þetta er sennilega langstærsta fjárfesting sem hefur verið gerð af íslensku félagi. Nú, framleiðslugetan er að framleiða 6 milljónir eininga og við þjónum á 2 milljón sjúklinga á síðasta ári, mun meira í ár, og getum farið í 15 milljónir lyfja skammta á árinu 26. Svona aðeins bara til gamans að því að ég er mjög oft spurður að því hvað er þetta með Alvogen, Alvotech, Adalvo. Ég hef stofnað öll þau félag sem ég stofnað frá 2009 byrjaði allavega A. Það eru nokkuð sem komist ekki á listan. Ef þau ekki komist yfir allavega $500 milljónir í verðmæti þá komast þau ekki á listan. En ég stofnað sem sagt Alvogen 2009 og var þá búinn að reka Actavis sem var þá lítið íslenskt félag með 99 starfsmenn. Þegar ég hætti þá var félagið skila einhverjum 350 milljónum evra í EBITDA ef mann rétt, voru skuldsett rétt rúmlega 3 sinnum og félagið tekið af markaði. Ég fer þá að stofna Alvogen og taldi að það væri góður tími og eins og við öll vitum þá kom efnahagshrun og staðan fyrir að fá fjárfesta inn bara í biðröðum þá gekk það miklu verr en ég hélt, enda með í staðin fyrir að fá $1 milljarð í sjóðsförslu og byggja félag þá fekk ég $20 milljónir á 25% vöxtum og það var þannig sem ég stofnaði Alvogen 2009. Og Alvogen er sjálfsagt félag þá í Bandaríkjunum. Í dag gríðarlega myndarlegt félag, er að velta yfir $1 milljarð í veltu með $0,5 milljarð í EBITDA á síðasta ári. Lotus sem tók yfir, var mjög lítið tæmenskt félag, er yfir núna að selja inn í 90 lönd og er skráð á aðallista í Tævan og
og að selja í Bandaríkin, Evrópu, út allt. Alvogen í Mið-Austur-Evrópu hefur verið selt og Adalvo svona business model. Við í raun og veru stofnuðum þetta fyrir 6 árum og sennilega orðið leiðandi félag á sínu sviði í dag. En ánægjulegt að segja frá því að síðasta ár þá skilaði þessi samstæða sem ég ennþá hluta í kringum milljarð dollara í EBITDA. Nú, ef við höldum áfram, þá langar maður aðeins að bara örstutt að segja munin á hefðbundnu lyfjum og líftæknilyfjum. Vegna þess að það svona, fyrir venjulegan leikmann, þá erfitt að skilja nákvæmlega hvað þetta er. Þannig ef við horfum á hefðbundin lyf, þá þetta yfirleitt bara þessi hefðbundin lyf sem við flestum tekið. Töflur og hylki, eitthvað til af innrennslislyfjum og þungulyfjum og þetta mikstúrur og svona þetta hefðbundna sem við þekkjum. Og þetta eru þekkt efnasambönd og það frekar einfalt að þróa samheitalyf. Þú getur gert lyf sem nákvæmlega eins og frumlyfið. Það tekur sirka 2 ár og kostar kannski 2 til 4 milljónir dollara. Líftæknilyf virka allt öðruvísi. Í raun og veru, fyrsta lagi þetta stungu og innrennslislyf eingöngu, þetta ekki töflur og hylki. Þetta allt sterílyf, þannig að byggja upp aðstöðu til að framleiða svona lyf og síðan að byggja hann upp og fá úttekt sem ég held að allir vita hér og við náðum ekki í fyrstu atriðinu, eru þetta mikið mál. Þetta eru mjög flókin prótín og í raun og veru byrjunin svo að það tekna frumur úr kínverskum hamstrum og þessar frumur, þeim erfðabreytt svo þau geta framleitt prótín sem í raun og veru líkaminn í raun og veru skynja sem okkar eigin prótín. Og til þess að geta sem búið til hliðstæðulyf þá þarf að sýna fram á það að þetta lyf sé í virkni mjög nálægt frumlyfinu. En gallinn sá að frumlyfið sjálft alltaf breytilegt því að þú ert með lifandi frumu sem að framleiða prótín þá farði aldrei nákvæmlega sömu útgáfa. Þannig að þess vegna talað hliðstæðulyf en ekki talað samheitalyf. Þetta tekur 6 til 7 ár hvert lyf og kostar yfirleitt aldrei undir 150 milljónir dollara til 200 milljónir dollara. Nú örstutt markaðinn, þá um 40% af heimsveltu, heimsveltan á lyfjum kringum 1,5 trilljónir dollara á heimsvísu. 40% sem sagt líftæknilyf. Við erum að sjá hjá 10 stærstu frumlyfjafyrirtækjunum að sirka 60% af því sem í fasa 2 og fasa 3 líftæknilyf, þannig að má reikna með að þetta hlutfall fari úr 40 jafnvel í 60 þegar framlíða stundir. Og það sem kannski áhugavert að verðmæti veltunnar á þessu lyfjum í dag 65% í Bandaríkjunum og 20% í Evrópusambandinu. Og restin af heiminum mjög lítil, 15%. Og það stafar að miklu leyti að því að þessi lyf eru alltaf dýr og þegar við komum inn á markaðinn þá erum við að bjóða þessi lyf kannski á 90% lægri verði. Og það að komast inn á markað við þessi stóru fyrirtæki eins og við komum líftæknihliðstæða Humira. AbbVie hefði byggt upp 150 einkaleyfi. Flest af þeim sótti AbbVie eftir að var búið að skilgreina hvernig ætti að þróa svona hliðstæður. Þannig að það var fyrst og fremst og eingöngu gert til að koma í veg fyrir samkeppni. Og við náttúrulega fórum í málaferli og bara til að koma því lyf á markað, það tók okkur nokkur ár og ég held að lögfræðireikningur hjá okkur hafi verið í kringum 50 milljónir dollara bara fyrir það eina lyf til að komast á markað. Þannig að þetta ekki bara það að þegar búið að þróa lyfið að þá allt saman klárt til miður. Ef við skoðum síðan Alvotech í dag, þannig að þarna erum við auralaus, bensínlaus, með gjaldeyrishöft og engu sem datt í hug að fjárfesta heima. Sem betur fer náði ég því að fara til Hospira sem í eigu Pfizer í dag og samfæri
Hospira að taka fyrstu 3 lyfin af mér fyrir $300 milljónir og það í raun og veru leyfði okkur að fara af stað í Vatnsmýrinni og ganga myndarlega til vegs. Þannig í dag erum við með 11 lyf sem annarkvort í þróun eða búin að marka. Við erum með í raun og veru eina fullkomnustu aðstöðu í heimi í Vatnsmýrinni. Við þróum allt innanhúss sem skiptir miklu máli því að þróunarferlið er mjög flókið og við framleiðum allt innanhúss því að það er líka mjög flókið að framleiða þessi lyf og líka til að gefa þróunardeildunum aðgengi að framleiðsluaðstöðu skiptir máli að hafa þetta innanhúss því að öðrum kosti ef menn er að vinna með CMO eins og við köllum það þá oft á tíðum missa menn slott ef að menn ekki á réttum tímum mánuði. Nú við erum með 19 söluaðila sem að dekka 90 lönd, þannig við erum að geta selt lyfin okkar í yfir 90 löndum og ef að menn telja saman veltun á frumlyfunum í þessu 90 löndum þá erum við raun og veru að keppa við frumlyfin á cirka 96-98% af heimsveltu, þannig við erum að ná til flestra sjúklinga sem á þessu lyfjum í dag og við erum skráð á Íslandi og í Bandaríkjunum. Og aðeins þá kannski lyfin sjálf, ég ætla ekki að fara mjög djúpt í það en fyrsta lyfi þá hliðstæða af Humira sem að ég nefndi Abbi var með. Þegar veltan var sem mest á Humira þá var veltan á heimsvísu 21 milljarður og 2017 þá sjáum við það að Abbi breytir lyfinu úr ákveðnum styrk og tvöfaldar styrk lyfsins og gerir minniháttar breytingar á lyfinu. Þannig að í raun og veru þarna 2017 var stór ákvörðun hvort við ætluðum að halda áfram með þá útgáfu sem var á markaði. Já, á þeim tímapunkti voru búin að eyða 50-60 milljónum á þróa lyfið. Eða að veðja á það að hái styrkurinn myndi vera leiðandi því að við gátum ekki gert bæði, við höfum ekki efnaði. Og við ákveðum bara að hætta með þróuna á lágan styrk og í raun og veru var hái styrkurinn ekki að byrja að seljast á þessum tímapunkti. En það þýddi það að við vorum fyrst með háan styrk og við gerðum líka ákveðna stúdíu sem að leyfir útskiptanleika á frumlyfinu í apótekinu og okkar lyfi og af því við vorum fyrst þá erum við með einkarétt á í raun og veru útskiptanleikunum í Bandaríkjunum til maí á þessu ári. Og það eru mýmörg svona dæmi þar sem að frumlyfin að skipta styrkleika eða form bara til þess að tefja, seinka og koma í veg fyrir samkeppni sem við þurfum að vera vakandi fyrir og til dæmis ef við skoðum Entyvio sem er það tengst þar, $8 milljarðar velta. Þetta lyf var ekki að velta neitt þegar við byrjum að þróa nokkur 100 milljónir á ári. Við vissum að það var samanburðarstúdía sem að frumlyfið var að gera á móti Humira og við reiknum með að ef að samanburðarstúdía væri í gangi þá hlytu þeir sem að eiga það brand að vera samfæra að þetta væri betra lyf en Humira. Þannig að við fórum í gang, byrjum að þróa og svo kemur þessi niðurstöðu þessara stúdíu í ljós nokkru seinna og síðan hefur veltan aukist úr nokkuð 100 milljónum í 8 milljarða. En eftir situr að Alvotech komið langlengst með að þróa þetta lyf. Það er einungis einn annar sem á svipuðum stað. Þannig að við þurfum stöðugt að vera að skoða eitthvað nýtt að koma, frumlyf að breyta einhverju og hvað að gerast í umhverfinu. Þannig að við erum stöðugt að meta og endurmeta allt saman sem í gangi hjá okkur á öllum tímum. Og þegar við erum að tala okkar starfsemi þá yfirleitt tölum við ekkert minna en 10 ár. Við erum að fara að stað og þróa eitthvað, við erum að horfa á 10 ár. Við erum að fara að gera eitthvað, við erum að horfa á 10 ár. Það er nánast útilokað að bregðast við nokkrum sköpuðum hlut innan 12 mánaða. Þannig að svona okkar skóp langtíma og hefur alltaf verið og þarf að vera. Nú, við erum sérst búin að setja það á hliðstöðuna Humira á 29 markaði. Við erum búin að skrá lyfið yfir 70 löndum og það er samþykkt í 63, þannig að við höldum áfram að koma þessu lyfi út á fleiri markaði og sama gildir hliðstæða Stellara sem við settum á markað fyrst af öllum í Evrópu, Kanada og
Japan og munum síðan þá fara inn á Bandaríkjamarka núna í febrúar. Í báðum þessum lyfjum höfum við náð leiðandi markaðshlutdeild og í báðum þessum lyfjum hinn aðilinn sem svona nokkuð veginn á svipuðu ról og við Samsung. Og hérna flestir þekkja Samsung fyrir að eiga síma eða sjónvarp en þeir byrjuðu fyrir sennilega 20 árum síðan í líftækninni og eru orðnir einna stærstir í heimi í hliðstæðulyfjum. Ég mun koma aðeins inn á það eftir. Þannig að þegar við horfum á samkeppnin í dag, þá erum við sem sagt fyrirtæki sem horfum bara á líftækni hliðstæður. Við erum ekki að reyna að þróa ný lyf sem kostar marga milljarða dollara. Við erum eingöngu að þróa hliðstæður. Við erum að sjá keppinauta sem eru líka í að þróa frumlyf, eru að þróa samheitalyf, eru að þróa alls konar annað. Okkar fókus bara á hliðstæðurnar og ætlum að gera það mjög vel. Þannig að þau fyrirtæki sem við erum einna helst að keppa við, þau eru af öllum löndum í Kóreu og Kórea var í raun og veru með frumkvæði því að styrkja sín félög mjög snemma. Þannig að Celltrion sem lengi vel var langstærsta félagi á markaði, metið á 41 milljarð dollar í dag, með rúmlega 2000 starfsmenn og það félag að skila einhvers staðar 45–50% brúttóframlegð og við erum sér með Samsung þar við hliðina á 77 milljarða og hérna það sem kannski áhugavert að horfa á eins og Celltrion og Samsung að söluverðmæti þeirra lyfja sem eru í þróun ansvar hjá Celltrion 142 milljarðar og 102 hjá Samsung en yfir 170 hjá Alvotech. Og það sem mun skilgreina þessi félög eftir 10 ár raun og veru ekkert annað heldur en verðmæti þeirra lyfja sem eru í þróun í dag. Þau lyf sem eru á markaði núna munu minnka og halda áfram að minnka því að leið og við komum á markað þá þetta eykst bara samkeppnin og minnkar ekki. Þannig að til lengri tíma litið skiptir öllu máli að vera með mjög öflugt þróunarstarf og ég reiknaði með að langflóknasti hluti í okkur var að byggja upp þróunarstarfsemina hjá Alvotech. Við höfum hingað til ekki gert nein mistök 7-9-13 í einustu klínísku stúdíu. Við erum með 2 lyf á markaði sem ég nefndi. Það eru 3 sem komin í gegnum alla klíníska prófanir og eru til umsagna hjá heilbrigðisyfirvöldum allan heim og munu fara í sölu í lok þessa árs og síðan 2 viðbót sem langt komin. Þannig að teymið sem við höfum fengið inn hefur staðið sig alveg með ólíkindum og við munum halda áfram bara bæti í. Ég tala að vera með 11 lyf í þróun og á markaði og við munum halda áfram að bæta þar í og ætlum klálega óháð öll öðru að vera með stærsta lyfjasafnið þróun af öllum fyrirtækjum sem á markaði í dag og á morgun innan tíðar. Nú það var aðeins talað Novo Nordisk og mér langar nú svona kannski aðeins að nefna það bara vegna þess að fyrir lítil samfélög eins og Ísland, eins og Danmörk, eins og Svíþjóð þá skipta svona fyrirtæki miklu máli. Þetta Novo Nordisk í aðeins öðru og þeir eru náttúrulega þekktasti fyrir eitt lyf, Wegovy, við offitu og svo sykursýki hins vegar. Og maður sér eins og í Danmörku þá þessar 2 línur. Þetta annars vegar hagvöxtur í Danmörku og hins vegar vöxtur Novo Nordisk. Og það hefur engin hagvöxtur verið í Danmörku síðust 2 árin nema bara vöxtur hjá Novo Nordisk. Þannig að áhrif á svona lítil samfélög geta skipt sköpun og ef menn horfa aðeins á bara til gamans að ef menn horfa á verga landsframleiðslu í Danmörku þá Novo Nordisk að skila rúmlega 8% af því. Á meðan bara fiskveiðar og vinnsla á Íslandi kringum 7% og EBITDA af vergri landsframleiðslu í kringum 4% á móti 2,5%. Þannig að svona bara til að setja þetta aðeins í stærðar samhengi og hafa aðeins gaman að hlutunum. Nú, við viljum stuðla því að okkar fyrirtæki auðvitað vaxa á dafni. Við sáum það þegar Actavis var stofnað, byggt upp í að verða 3. stærsta fyrirtæki í heimi.
voru kringum 14.000 starfsmenn þegar ég hætti hjá félaginu, voru 99 þegar við byrjum. Mér fannst svolítið leitt að það hefði ekki verið hægt að kveikja fleiri elda á Íslandi út frá því félagi, þó auðvitað við sjáum sprota víða. Þannig að við ákváðum að þessu sinni að stofna, vorum að opna frumuna, eins og við köllum það, í Klettagörðum. Þetta er semst þróunareining Alvotech sem við notum undanfarin ár. Við erum búin að stækka við okkur í Vatnsmýrinni, þannig að þessi aðstaða var laus. Og við ákveðum að opna hann í gær, stofna nýsköpunarsetur. Það eru öll nýjustu tæki og aðstæður fyrir vísindamenn til að koma þarna og vinna með okkur og hjá okkur. Við munum nota þetta til að þjálfa starfsfólk okkar. Í dag erum við með starfsmenn frá 63 löndum, þó að af þessum 1100 starfsmennum þá lang flestir Íslendingar og sennilega 900 starfsmenn á Íslandi, en samt sem áður, þeir sem að hafa þekkinguna, við höfum þurft að sækja þá ansi víða og farið langt. Og þá skiptir líka máli að vera með aðstöðu þar sem við getum í rauntíma í umhverfi sem að er í raun og veru alveg það sama og er inn í Vatnsmýrinni, kennt fólki og látið að aðlagast að okkar ferlum áður við hleypum inn í aðstöðuna í Vatnsmýrinni. Við jafnframt erum að vinna með háskólanum. Háskólinn auðvitað hefur haft takmarka aðstöðu til að undirbúa nemendur undir atvinnulífið, að geta nýtt nýjustu tæki og tól og rannsóknarstofur og annað. Þannig að við skrifum undir samning þess eðlis og háskólinn er með aðgang að því núna til að þjálfa bæði sína vísindamenn og þetta námsmenn. Og svo lokum það sem mér fannst skipta kannski mestu máli er þessi líftækniklasi og við erum að sjá cirka 35 líftækniklasa eins og í Svíþjóð. Svíþjóð er annað stærsta land í líftækni í heiminum eftir Bandaríkjunum sem er mjög skrítið, en ástæðan fyrir því er hreinlega að AstraZeneca og önnur stór fyrirtæki voru stofnuð þarna og afsprengja þeim hafa byggt upp myndarlegan iðnað og nýsköpun sem er tekið mikið eftir. Þannig að við vildum gera það saman og þarna geta þá frumkvöðlar komið. Við auðvitað erum með okkar vísindafólk til að leiðbeina með sínar hugmyndir, fengi aðgang að aðstöðu og vonandi að lokum koma nokkrir sprotar, eða margir sprotar út af þessu. Þannig að þarna er atvinnulífið, háskólasamfélagið og auðvitað einstaklingar, frumkvöðlar að koma saman til að búa til eitthvað nýtt og ég vona bara að það verði sem mest úr þessu. Og svona nýsköpun, hún gerist auðvitað ekki að sjálfu sér, ríkið auðvitað getur búið til ákveðið umhverfi. Þegar ég tek ákvörðun að vera í Íslandi þá í raun og veru var það bara því ég er Íslendingur, ekki vegna þess að ég þá boðið upp á gull og græna skóga á Íslandi. Jafnframt tók ég þá ákvörðun, mér fannst það bara mjög sanngjarnt að Ísland er að bjóða 20% fyrirtækjaskatta. Auðvitað hefði ég getað farið annað, farið til Möltu, getað sett upp þróunareiningar annar staðar og raun og veru bara haft Ísland sem eina útstöð. Ég kaus að gera það ekki. Þannig að skattar og skyldur og uppbyggingin er á Íslandi og það sem er í boði hérna heima finnst mér bara að hafa sanngjarnt fyrir fyrirtækin í landinu til að vera alveg hreinskilið með það. Nú, svona nánast að lokum, þá er auðvitað nýsköpun, langhlaup og þið getur bara ímyndað einhvern 12 ára ferli að frá því að byrja með hugmynd og hugmynd sem kannski að mörgu leyti er ekki til, af því að það var ekki búið að skilgreina hvað þyrfti til þess að hún yrði til. Þurfti allt þetta þolinmóða fjármagn í umhverfi sem var mjög erfitt, sem var Ísland. Þannig að þetta er langhlaup oftast og þrautseigja og eru náttúrulega með frábært fólk og komið inn á það einhver áðan að teymið og hópurinn er gríðarlega öflugur og að sama skapi vil ég ekkoa það sem að talað að hjá okkur er það þannig að hvert einasta starf skiptir lykilmáli. Og í úttektinni þegar við komumst í gegnum FTA með eina athugasemd, þá er eitt langmestum tíma að fylgjast með því hvernig við myndum þrífa. Þannig að það var ekki verið að horfa á vísindamann
standa á bak við tæki að mæla eitthvað. Þetta voru í raun og veru farið í alla virðiskeðjuna. Það þarf ekki nema einn einstaklingur að gera eitthvað öðruvísi til svona sliti og gæðakerfin í svona félagi, ég held að sé ekkert, mjög fáir geirar í heiminum sem eru með svona gæðakerfi. Þannig að þetta er langhlaup, en þetta er líka boðhlaup. Það er afhendakeflið í næsta mann og okkur langar að gera það með frumunni að byrja afhendakeflið víða. Því að við viljum fá fleiri sprota og fleiri sem að geta tekið þátt í uppbyggingu og störfum og spennandi tækifærum á Íslandi. Þannig að svona að lokum, við erum í 90 löndum í dag, aðganga 90 mörkuðum. Við erum með 2 lyf á markaði, við erum með 3 lyf sem að fara á markað í árslok sem að búið að taka 7 ára að þróa. Við erum með 2 í viðbót sem eru langt komin í klínísku rannsóknum. Við erum með afkastagetu til að sinna öllum þeim lyfjum sem eru að koma á markað allan fram á næsta áratug. Og við munum halda áfram að skapa störf á Íslandi sem mjög áhugavert auðvitað. Og eins og við talaðum, við erum íslenskt félag, við erum að borga íslenskt skatt og við höfum alltaf verið íslenskt félag. Og við munum halda áfram að leggja okkar á mörkum til samfélagsins og gerum það þetta best að með því að halda starfseminni hér heima sem við ætlum að gera, halda áfram byggja upp hér heima sem við ætlum að gera og halda áfram eins og í boðhlaup og afhendakefli til fleiri aðila og aðstoða þá við að komast að nýjum sprotum. Þannig að þetta er alvotekt í dag, tækifæri mikil, teymið hjá okkur er mjög öflugt, spennandi verkefni framundan, horfum langt fram á veginn og bara enn og aftur takk fyrir að fá að koma hingað og kynna félagið. Takk Róbert. Þá er erindið lokið og við ætlum að taka enda á pallborði áður en við förum út í léttar veitingar. Og í pallborðinu taka þátt 3 stjórnmálamenn og ég vil bara bjóða þeim að labba hingað inn á svið þegar ég nefni þau. Í fyrsta lagi er það Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins. Við tindum ykkur bara hérna. Við verðum bara í miðin Hildur og svo Sigmundur á kantinum. Já, við vildum bara kannski loka þinginu að fá svona álit ykkar sem eru svona forystufólk í stjórnmálum á því sem við höfum verið að ræða hér í dag og að því að við erum að tala hérna mörg efni en þau eiga það svolítið sammerkt að boltinn vill eiga það til að enda hjá stjórnvöldum. Við erum alltaf að kalla eftir því að stjórnvöld geri hitt eða þetta og þetta fór forsætisráðherra kom svolítið inn á það. Þannig að mér langaði kannski að byrja á þér, Hanna Katrín, í fyrsta lagi til hamingju með nýtt embætti og ríkisstjórn. Takk fyrir kærlega. Og þá síðan kannski svona leyfa þeir bara bregðast við því sem hefur komið fram hérna í dag. Hvernig sér þín ríkisstjórn eða svo ríkisstjórn sem þú starfar í fyrir sér að skapa Íslandi ný forskot? Þetta er auðvitað risastórt verkefni, þetta gerast ekki mikilvægari. Ég ætla að byrja bara að þakka fyrir að fá þetta boð. Það var gaman að vera og mér þykir miður að hafa mist af byrjuninni, en ég þekki nú einu til kenninga okkar ágæta gests frá Svíþjóð og náði síðan öðrum. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra fór náttúrulega vel yfir skilaboð ríkisstjórnarinnar í ræðu sinni og þessi verkefni sem við stöndum frammi fyrir og það liggur bara fyrir að brýnasta verkefni er að ná stöðugleika í efnahagslífinu, lækka vaxta og stýra fjármálum ríkisins. Það er náttúrulega grunnurinn að þessu og við erum með mörg verkefni undir líka. Það eru þessar hagræðingar í ríkisrekstri og við höfum tekið það búli hæðan að vera ekki með flatan niðurskurð sem er auðvitað léttari fyrir stjórnvöld en erfiðari fyrir marga sem lenda í því, heldur að fara í ákveðna forgangsröðun og þá vera með það í huga, auðvitað, að fara ekki í að skera niður þar sem vaxtarsprotarnir eru helstir og við ráðum við í ríkinu. Og það er einföldun stjórnsýslunnar og sameining stofnana. Það eru líka verkefni sem við erum farin á stað. Að minni hálfu þá skiptir miklu máli, það er töluvert af verkefnum undir
hatti atvinnuvegaráðuneytisins sem nú ekki svo sem formennilega stofnað fyrir í upphafi næsta mánaðar sem að hvíla á leyfisveitingaferli og það bara skemmst frá því að segja að við höfum komið okkur upp alveg ótrúlegri flækju þegar kemur að leyfisveitingum og það löngu orðið brýnt og ég trúi því að það sé samstillt átak okkar allra að fara í það að einfalda það, gera það gegnsærra, skilvirkara án þess að fórna auðvitað nauðsynlegum kröfur sem þarf að gera til slíkra, ekki síst þegar að ræða starfsemi sem hvílir á nýtingu náttúruauðlindanna okkar. Þetta eru gríðarlega mikilvæg verkefni þegar kemur að því að styðja við stoðirnar okkar. Þegar við tölum ég má halda aðeins áfram að það ekki. Allt í góðu, bara þetta var svo opin spurning, þannig að tekum bara opin svar. Af því þegar við komum að því að skoða samkeppnishæfni okkar á alþjóðlegum listum, þá erum við með sterka stöðu þegar kemur á svona félagslegum innviðum. Það heilbrigðiskerfið okkar og það menntakerfið. Það skilar okkur hátt á listana þó sem ég gerir algjörlega grein fyrir þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir það. Og það félagsleg samheldni. Þetta allt hlutir sem skapa gríðarlega sterkan grunn undir lífsgæðin okkar og samfélagið. En við búum við þessa viðvarandi áskorun sem fælst í smæð okkar og gerir það verkum að við eigum erfitt þegar kemur að alþjóðlegri samkeppni og þar þurfum við auðvitað að vera samstíga stjórnvöld og atvinnulífið í að vinna á þeim þáttum sem við ráðum yfir og það aftur þessi skilvirkni í stjórnsýslunni, huga af gegnsæi regluverki og vera síðan með markvissa stefnu sem laðar að okkur erlenda fjárfestingar, hæft starfsfólk og búa undir þetta. Það sé ekki þessar hindranir í veginum. Mér langar síðan aðeins að lokum af því þetta svo risastórt. Til viðbótar við þetta eru náttúrulega þættir sem við höfum lítið að segja og það ástandið og óvissu tímar í alþjóðaviðskiptum. Ég trúi því við munum tala eitthvað yfirvofandi tollastríð og viðbrögð okkar þar. En það skiptir bara svo gríðarlega miklu máli að við séum í sterka hagsmunagæslu. Ég nýkomin að fundi viðskiptaráðherra í Póllandi sem forystuland innan Evrópusambandsins núna og varum verið auðvitað að ræða ákveðnar áskoranir sem Evrópusambandið býr við og það ekkert launungamál en það eru líka leiðir fram á við þar. En skilaboð mín voru mjög skýr að það algjörlega skýrt að við megum ekki detta á milli. Verða álitið þriðja ríki þegar kemur að því að Evrópusambandið fyrir að byggja einhvern varnargarð utan Evrópu og evrópskt atvinnulíf þegar kemur að samskipti við önnur stórveldi eins og Bandaríkin og Kína. Og þar held ég að það sé nokkuð sem að bæði stjórnvöld, öll stjórnvöld og öllum stigum og síðan hagsmunasamtök í atvinnulífinu eiga að vera samstigum að gæta þetta. Það raunverulega hætta eins og staðan er. Þetta eru svona snöggt yfirlit. Já, bara frábært og margt í þessu sem við getum krufið til merkjar. Ég vil bara klára kannski einu umferð ykkur þrjú og leyfa ykkur svolítið að svona setja svið með því sem þið viljið segja. Kannski byrja þér Hildur. En eitt sem ég langaði kannski að spyrja þig út í að þú hefur talað svona kannski að sumu leyti á sambærilegum nótum og Jóhann hérna áðan mikilvægi efnahagslegs frelsis og að stjórnvöld gangi ekki á langt gagnvart atvinnulífinu og leyfi frjálsu framtaki að blómstra. Hvernig sér þú fyrir þér, hver eru svona stærstu verkefnin þar framöndan á næstu árum og hvað vilt þú að ný ríkisstjórn geri í þeim efnum? Já, takk, gaman að vera hérna. Sko, mér fannst frábært að hlusta á og því ég hef svona reynt aðeins að setja á dagskrá það sem ég kalla samhengi hlutana. Það sem að mér stundum vantað í pólitísku umræðu, það sem er kannski verið að velta hvað getum við hérna í stjórnmálum gert betur. Og það hefur því miður í pólitísku umræðu að mínu viti verið búin að stilla upp fyrirtækin versus fólkið en ekki fyrirtækin fyrir fólkið eins og hann kemur hérna inn á án fyrirtækjana og þeim vegni velu sem er umhverfið sem þau geta blómstrað, þá erum við ekki með velferð sem getur verið stolt af. Og þetta samhengi finnst mér heilt yfirvanta. Ég ætla reyndar að leyfa að segja, ég held að það skrifist ekki mikið kannski okkur þrjú sem sitjum hérna á þessu sviði núna. En í stjórnmálunum hefur fyrirtækjanum verið svona stilt upp sem óvini, gagnvart eins og velferð eða einhvern veginn svona félagslegra nálgana. Og ég held að það séu mistök og eiginlega bara hættulegt og eitthvað sem stjórnvöld verða aðeins að standa sér betur í að átta sig á því að þetta allt eitthvað samhengi. Og í því samhengi þá held ég að þessi stjórnvalda fyrst og fremst að búa til jarðveg fyrir fyrirtæki og fólk til þess að fá hugmyndir og hlaupa og fá að vera duglegir og einu forsendum en vera sem vinsturinni bara fyrir og alls ekki halda að ríkið viti allt best eða sé með bestu hugmyndinar bara langt í frá heldur bara að reyna að svona búa til einhvers konar umgjörð fyrir fólk til þess að blómstra í. Og þar held ég að stjórnvöld verði hreinlega að færa þess kompásinn frá hugmyndum velmeinandi
inniskó og merkta bolla á opinberum stofnunum, sko. Við verðum að fara að færa þess, sko, fókusinn og kompassin til fólksins þarna úti sem að fá frábæru hugmyndirnar og að gera vel. Þannig ég myndi að segja í fyrsta lagi þetta sé eitthvað sem stjórnvöld verða að gera betur, en maður kannski færi sig aðeins meira svona konkrét, þetta skattar, eitthvað sem kemur upp í hugan. Við vitum að það skammgóður vermið ef það á að svona laga einhver skammtíma vandamál með skatthækkunum á til dæmis fyrirtækin í landinu. Við vitum bara hvað það þýðir, það bara aðferðar að mjólkurkúnni og auðvitað það fagnaðarefni að ég allavega Viðreisn segist ekki alltaf að hækka skatta í þessari ríkisstjórn, ég segi bara gangi vel með það, Hanna Katrín mín. En þarna, ég vona að það gangi að sjálfsögðu eftir. En þetta eitthvað sem algjört lykilatriði fyrir fyrirtækin og atvinnulíf í þessu landi og við í Sjálfstæðisflokknum verðum allavega mikið með augun á að verði passað upp á. Markmið að Viðreisn gangi betur en Sjálfstæðisflokknum hefur gengið undanfarin ár. Annað sem vert að nefna auðvitað gullhúðunin og þar hefur verið sett á dagskrá að Diljá Mist og fleiri þingmönnum í Sjálfstæðisflokknum sem sem og eins og jafnlaunavottun og alls konar svona óþarfa regluverk sem í besta falli barns síns tíma. Ég einnig má nefna, ég meina ríkisstjórnin bað hagræðingar aðgerðir, Áslaug Arna, hann hlaut til verka eins og hún ákvað bara að græja einhverja 100 eða eitthvað á einni viku. Ég meina það sem snýr að fyrirtækjunum þar náttúrulega annars vegar bara hleypa meiri nýsköpun og sjálfvirkni og bara annarri hugsun úr einkageiranum inn í hinu opinberu kerfi og líka bara varðandi samkeppnisstöðu fyrirtækja í þessu landi með ÁTVR og Póstinn og hversu stórt RÚV og svona, þetta má bara selja fyrir að fyrsta eða allan minnka umfang RÚV og svo framvegis. Þannig að það alveg mörg svona tækifæri og kannski bara í blálokin ríki verður líka að pinna að passa sig á því og sem hefur því miður verið svolítið lenskan að til dæmis talandi RÚV að vera ofta að eyða ofboðslega kröftum og fjármunum í að leysa vandamál sem það sjálft bjó til. Og ef við nefnum RÚV sem dæmi, sko, einhver hluta vegna bara ræður pólitíkin ekki við það verkefni að búa bara til samkeppnisstöðu fjölmiðla á Íslandi þar sem RÚV gleypir ekki allt eins og við vitum bara að það gerir. Pólitíkin ræður ekki við að einhvern veginn stemma stigu við RÚV og þá í staðinn sett mjög mikið fjármagn til einkamiðlana sem í rauninni finnst ekkert ósanngjarnt út af samkeppnisstöðu RÚV en það þyrfti mögulega ekki að gera þetta nema út af því við einhvern veginn náum ekki að taka á RÚV. Og þetta svona eitt dæmi mjög óheppilega eilífðarvél sem við ættum að reyna að forðast. Þannig að ég myndi svona að segja að þetta væri svona kannski svona til þess að stikla stóru einhver atriði sem að stjórnvöld geta gert. Já, þarna eru mörg konkrét dæmi. Og ef ég enda þá svona fyrstu við fyrir þér Sigmundur, sko þú hefur verið duglegur að gagnrýna, hvað maður segja, útþenslu hins opinbera, bæði kannski sko í útgjöldum en líka í reglusetningu. Er náttúrulögmál í rauninni að hið opinbera vaxi og vaxi eða hægt að koma böndum á báknið og svona, ertu bjartsýnn á komandi ár að við náum einhvern veginn að sveigja þeirri braut sem þú hefur sagt að sé svona búin að vera of hröð í þessa átt? Það hægt, en til þess þarf ýmislegt að gerast. Það að útskýra vandann. Það stundum sagt að stjórnmálamenn, pólitíkin skilji ekki atvinnulífið og viðskipti. Og oft á tíðum, allt of oft mjög mikið til í því. En ég myndi bæta við að viðskiptalífið skilur ekki pólitíkina. Það ekki síður algengt. Hvað ég að meina? Tökum bara sem dæmi. Mál sem hefur nú aftur komið að þessu umræðu. Og ég reyndi mikið að vekja athygli á sínum tíma. Og var sakaður að snúa út úr að vera hverfart og hvað finnst svona sem óttar. En svo kemur raunveruleikinn í þess. Og þetta var þegar að Evrópusambandið ætlaði að leggja á okkur enn eina ferðina, ný grængöld til að reyna að stoppa fólki að fljúga svona mikið og flytja svona mikið að dótinu til land. Og þetta átti að gera með enn einu berserkjum. Og ég að berjast gegn þessu máli sem við þurftum aldrei að taka því við áttum ekki að vera hluti af loftslagsmálum Evrópusambandsins. Það ekki hluti af EES. En ráðherrarnir koma hver á þau og segja þetta ekkert mál. Við erum að leysa það.
og viðskiptalífið með nokkrum undantekningum, það vildi ekki til vandræða. Vildi bara, helst að það leystist einhvern veginn og trúðu því að stjórnmálamenninni myndu bara leysa þetta. Og einhverju stjórnmálamenn fara að hitta forystumenn á viðskiptalífinu og segja þetta verður næstu leið. Og svo farið og náði í Ursulu von der Leyen út á Reykjavíkurflugvöll og beint með hana í ráðherrabústaðinn til að tilkynna að það sé búið að gera samkomulag Ísland fá undanþágu. Og ég reyndi að segja, nei, það er ekki rétt. Það þetta frestun í 2 ár og svo tekur þetta fullum gildi. En menn lítur segja þetta og þetta gerist í þessum mörgum málum að fólk í viðskiptalífinu, atvinnurekstri, það langar bara að einbeita sér að sínu og vera að láta því í friði. Og forðast þess að taka slaginn líka þegar að þarf að taka hann eins og í þessum máli. Og nú er verið að auglýsa eftir 2 nýjum loftslagsinnheimtumönnum til þess að framfylgja þessu og reyna að ná hérna sem mestum sköttum af landsmönnum og draga sem mestum flugi og flutningum. Og svo gerist það saman alltaf. Hvernig gat þetta gerst? Það er alvara með það. Já, það stóð bara á pakkanum, sko. Það stóð á umbúðunum. Þetta er til þess að hamla flutningum, draga flutningum og ferðalögum fólks með því að leggja auknar álögur á fólki. Og þetta fylgir sambandið því eftir. Þótt Ursula von der Leyen hafi komið í kaffibollu og sagt við erum búin að leysa þetta sem var photo-op fyrir ráðherra. Sama með eins og borgarlínum. Þú erum með náttúrum. Eftir öll þessi ár að þeir eru uppgötað það. Þeir ætla bara að landa verða veruleika á. Og er þetta virkilega þannig að það er að þrengja umferðinni og Suðurlandsbraut það bara vera einn akrein í hvora átt. Og rústa rekstrargrundvöll í fyrirtækjunum og verðmæti húsanna með Suðurlandsbraut. Já, það kom fram í leiðbeiningunum borgarlínuna að hún væri til að þrengja umferðinni og bækka bílastæðinu. Og neyða fólk upp í þessa borgarlínu svo það verði ekki að keyra alltaf á þessum fjölskyldubílum. Þetta var brúskipt. Þetta var í skjælunum frá verkfræðistofnun til þess að undirstrika það. Þetta myndi nú aldrei virka nema að það tækist að neyða fólk upp þetta. Og svo erum við vorulega þess að núna, hvernig gat þetta gerst? Það bara strauja hér yfir mitt hverfi og svo framvegis. Og við getum haldið á með dæmi, við leggjum það eitt í viðbót. Þetta gímal þarna sem var byggt á versta stað á umferðareyju fyrir aðra byggð. Hvað heitir þetta húsaftur? Nýlandsspítalinn, já. Það vissu líka stendur. Það vissu allir. Og maður reyndi, bæði í ríkisstjórn og utan að hafast á þessu. Og það var alltaf og ég eftir að menn voru búin að viðurkenna þá var ekki búin að taka fyrstu skólastunguna. Það var viðurkenndu menn í bara samtölum maður mann, auðvitað er það tóm vitleysa. Auðvitað hefði þetta byggja bara nýjan flottan spítala á betri stað og gera það hraðar og betur. En það er bara búin að eyða svo miklum tíma og kostnaði að undirbúa þetta. Þannig að það varð að fá að klára mistökin. Af því það var búin að eyða svo miklum penningum í undirbúa. Þannig að niðurstaðan þessi og ég þakka þér fyrir margar góðar greinar og viðtöl við þig. En þið þurfum að bakka hann maður upp, sko, með það sem hann er að segja. Það er ekki hægt að bara setja hann einn í að skrifa greinar og bara viðtöl eða mig. Við þurfum að bakka hann upp. Og það þarf atvinnulífið þarf að taka þátt í slagnum og láta finna fyrir sig. Ég veit að þið getur ekki farið í verkfall og það hefur líklega ekki áhuga að mæta Austurvöll með skilti. En atvinnulífið þarf að láta finna meira fyrir sér og bregðast við í tæka tíð að með þeim stjórnmálum sem að vilja vinna með ekkur. Það er ekki ránin í tíma sem tekið. Það kemur upp einn setning í hugan hjá mér sem er sko það kann að vera að þú hefur ekki áhuga á stjórnmálum, en stjórnmálum hafa áhuga á þér. Hanna Katrín, vilt þú kannski, hérna með matseðil af efnið til að bregðast við og það er kannski loftslagið, borgarlína eða spítalinn? Já, ég bara gleymdur þeirri orðpakkan. Ég vil ekki ganga mikið á læk. Nei, en grínlaust, sérstaklega í sambandi við þetta sem að Sigmundur Davíð nefndi í upphafi, svo langar mér, fannst mér líka margt mjög áhugavert í því sem að mikil samhljómur hjá okkur hildi í mörgu.
þessa hagsmunagæsla einmitt og þarna þetta sem gerist með flugið, að leiðbeiningarnar, það var ekki lesið utan á það, það eiginlega verra sko. Ísland var ekki á staðnum þegar við erum að skrifa leiðbeiningarnar og það hefði við getað verið. Og ég er ekki einu sinni að tala að við hefðum þurft að vera meðlimir í Evrópusambandinu, við hefðum bara að vera á staðnum úti og það hefur bara vantað upp á þessa hagsmunagæslu og það sem ég var að segja hérna á ég hef meiri trú á framtíðinu svo að ég vilja fara aftur í fortíðina. Það er bara, við verðum að vera ósammála þar. En ég er að tala samstarfið við Evrópuþjóðir. Við verðum bara að fá að vera ósammála þar. Ég held sem sagt að við þurfum að gera betur og þetta er alveg rétt. Það eru bæði, eins og ég sagði áðan, bæði stjórnvöld hvers tíma með ekki láta skoðanir sínar á því hvar við erum í þessu samhengi hindra það að við göngum slátt og við getum til að gæta hagsmuna okkar á hverjum tíma og þetta með framtíðinu í huga. Og það eru líka þessi atvinnuvega hagsmunasamtök atvinnulífsins sem ég veit að sinna ekki líka. Þarna getum við þétt ræðirnar og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt á næstunni. Og svo er þetta bara með þessi almennu, þetta samspil bara með regluverkið, samspil hins opinbera og eitthvað þeirra sem það er að gera svo gríðarlega margt. Tímasparnaðurinn sem felst í því að einfalda ákveðin ferli er bara gríðarlegur og fara leiðandi sparnaður. Þannig að ég held að það sé engin spurning að ríkisstjórnin núna, hún er með atvinnulífinu liðið, við erum algjörlega klára á því hvað þarf að gera. Það verður ekki togstreita þar, vonandi ekki tafaleikir, þar sem boltum er hent fram og tilbaka. Þetta er verkefni framöndan, við erum okkur ekki mjög meðvituð um það. Stóra málið akkurat núna, fyrst sinn, er bara að ná tökum á efnahagsstjórninni. Og þess að annað verður ekki lagað án þess. Við langar aðeins kannski að við tala um Evrópu, að tala aðeins um Bandaríkin. Það ég bara man ekki eftir annar eins styrjun hjá nýrri ríkisstjórn þar, eða heldur en hjá núna Trump 47. Nú síðast í gær var varnarmálaráðherrann hérna í Evrópu með svolítið stefnu, breytta stefnu Bandaríkjanna varðandi Úkraínu og fleira og svo höfum við séð þessi tollamál. Kannski leyfa þér Hildur að kommenta aðeins á þetta. Hvernig líst þér á ný stjórnvöld í Bandaríkjunum og hvernig heldur að þau muni hafa áhrif á Íslandi? Já, ég held að í fyrsta lagi er uppi núna ákveðin óvissa. Ég held að það sé ekki alveg, það geti enginn fullyrt hvað nýr forseti muni gera, ekki NATO, ekki ESB, bara enginn. Bandaríkin eru þetta okkar mikilvægasti bandamaður heilt yfir og Bandaríkin eru þetta mikilvægasta efnahags- og herríki heims. Þannig að ég held að hér skipti í rauninni bara öllu máli að Ísland verði mjög einbeitt undirbúið fyrir mögulega aðeins örlítið breytta heimsmynd og hviki ekki frá því að það eina sem er þá hlutverk íslenskra stjórnvalda núna er að passa upp á hagsmuni Íslands, passa upp á sig og sitt og það má ég engu hvika frá því í einhverjum misskildum, einhverjum, ég veit ekki eins og eitthvað orðið á nota yfir það. Eins og segi, það verður bara mjög skýrt að hér verður Ísland að passa upp á sína hagsmuni en óvissan er bara mikil og það er alveg hægt að hafa áhyggjur, eins og þú nefnir tollastríð, það er alveg hægt að hafa alveg áhyggjur af frjálsum viðskiptum. Það er líka alveg hægt að hafa áhyggjur af réttarríki og friði en eigum við ekki bara aðeins andíkviðin. Það er mikil óvissa ákveðin núna og við þurfum bara að vera einbeitt í því að passa upp á þessar skiptur áfram. En er kannski hægt að vera bjartsýnn líka, kannski Sigmundur þú kallað eftir svona DOGE eða Department of Government Efficiency á Íslandi. Hvernig snýr það verkefni við þér sem er núna komin í fullan farveg í Bandaríkjunum og ertu ánægð með verkefni nýrrar ríkisstjórnar sem virðist vera svolítið að keyra á verkefnum hagræðingu í ríkisrekstri hér heima? Já, þannig að hugmyndasöfnunin. Ágætis hugmynd. En hversu mikið verður gert með? Þá er þetta skipt að fá gervigreindina til þess að vinsa eitthvað úr þessu og síðan vonandi að innleiða eitthvað. En það sem þarf hins vegar til þess að ná raunverulegum sparnaði er það sem þeir eru að gera í Bandaríkjunum og kannski ná fyrirmynd frá Argentínu líka. Það þarf einhverja sem að hafa vald
til og aðgang að þessu kerfinu til að finna hvar sóunin liggur raunverulega. Ertu að kalla þetta íslensku mörk? Svona atriði eins og að biðja fólk að senda inn hugmyndir, þá færðu 130 hugmyndir að leggja niður of. Og það getur verið ágætis hugmynd. En þrátt fyrir þessi 130 atkvæði, þá verður ríkisstjórnin ekkert fara að gera það. Þannig að það þarf að finna hvar í kerfinu þetta liggur og til þess þurfa menn að. Eins og þeir hafa haft þarna í Bandaríkjunum og með einhverja, manni skilist, hóp af ungum tölvustrákum sem að liggja yfir gögnunum og tölvunum og svo farið í að meta hvað megi skera niður. Þannig að það þarf einhverja alvöru í þetta til þess að það virki og þessum er það sérstaklega fulltrúa eða sérstaklega stjórn yfir þetta sem hefur vald heimildina til þessu. Og ég held að við getum alveg neitt að læra af því og vonandi kemur sem mest út úr þessari hugmyndasöfnun þarna, en maður hefur einhvern veginn grun að meira bara verið atriði til þess að sýna þessu áhuga og svo teika í bóks og þess að við haldum að huga hér saman. Sparnaði fólk búið að fá að tjá sig hvað fyrir töðum að því, þó að ég var ekki ná að gera neitt með það, en það var bara þessu að stærri. Aftur og aftur komum við að þessu sama, innihaldinu. Það þarf að huga að innihaldinu og í öll þessari regluvæðingu og því hvernig við tökumst á við það, barnið. Það þarf að ræða mál út frá innihaldinu, ekki þeirri umbúðamennsku sem að hefur allt of oft ráðið för og meðan bara koma reglugerðar böggluðarnir endalaust á færibann sem það eru styrkað. Það er að opna böggluðan og henda sem er styrkuð. Ég held ég verið að leyfa að Katrín að bregðast þessu. Já, aðeins bara að ég veikar ágjur af ótta Sigmundar Davíðs við það að verða ekki neitt úr neinum tillögum, af því það er ekki eins og svo að þetta hafi verið einu, ég sé sumar af þessu, þetta er býsna góðar tillögur margar sko. En auðvitað er þetta líka þannig að það eru draumar í þessu og við vitum það er að koma tillögur frá ráðuneytum, tengslum við samfélagsstofnana, það er að koma tillögur frá stofnunum, ákveðnar samningar, það er að koma tillögur frá einstaklingum og auðvitað er þetta bara í ákveðnum hólfum. Þetta er það er meiri samhljómur. En maður aðeinslega gert sér grein fyrir sem er frábært, sem sýnir bara að það er komið þörf á og sjá þörfina á ákveðnum aðgerðum. Hún hefur mögulega verið til staðar lengi en nú látum við reyna á þetta. Mér langaði aðeins í sambandi við þetta svo nefnir, hvort þessi ástæða til að hafa áhyggjur af Bandaríkjaforseta og kraftinum í honum og þetta er auðvitað alveg rétt sem að Hildur segir að það er þetta áhyggjur mörgu en það er líka full ástæða til að vera bjartsýn líka. Maður hefur svolítið á tilfinningunni að Trump sé að henda gríðarlega mörgum boltum á loft og svo dettur einhver sko en allir að horfa upp í loft á hina. Þetta er svo gríðarlega mikið sko og sumt er alltaf svo stjórnum galið að brota stjórnarskrám og annað en ýmist þetta er ekki svo galið og eitthvað sem að mun ná í gegn. En það er ástæða fyrir okkur alveg að vera á varðbergi með þessari yfirlýsingar til dæmis gríðarlega hækkun tolla á innflutt ál til Bandaríkjanna. Við fyrstu sín virðist ekki snert okkur, við flytjum okkar ál til Evrópu. En ef álinnflutningur til Bandaríkjanna, ef menn fara að draga fæturna þar af því að tollarnir eru, þá leita menn að nýjum mörkuðum og hvaða markaður er það? Það er Evrópa og það þýðir aukin framboð þar og hvað þýðir það? Það þýðir verðlækkun, þetta hefur áhrif á okkur. Við störfum opið hagkerfi, við störfum á einum stórum alþjóðamarkaði. Þannig að það er full ástæða fyrir okkur að vera vel á varðbergi og ég tala ekki ef að counterpartnerinn fer að koma síðan með einhverja verndartolla á móti að við séum ekki að lokast inni. Það er eitt af lykilverkefnum okkar núna að tryggja svo verði ekki. Og það enn og aftur svona tíma kallar frekar en nokkru sinni á sterkt samstarf atvinnulífsins og stjórnvalda. Af því ég sé fram að það komi aðstæður sem við þurfum að hreyfa okkur býsna hratt. Og ég tek heils og undir með Sigmundur Davíð, það er kannski ekki helsta styrkleiki stjórnmálanna. Þannig að verkefnin eru æði. En fyrir þig Hildur, eins og til dæmis varðandi tollamálin, þá eru rauninni kannski tveir möguleikar. Það er að halla sér nær Evrópu, sem Evrópusambandið er tollabandalag sem við stöndum fyrir utan. Svo líka þetta halla sér frá Evrópu og segja, látið okkur í friði, þið getið sett tolla á Evrópu en við erum annar aðili. Hvor nálgunin heldur þú að sé farsælli fyrir Ísland? Ég held að þetta fyrir að skoðast í rauninni bara einn stærra samhengi sko. Ég meina við auðvitað þekkjum það hér að við gerðum mjög vel í því ríkisstjórn Bjarna og Sigmundur Davíðs að fella niður alla tolla. Við vitum hvað það þýðir, við vitum hvað við græddum á því,
Við vitum að til dæmis í landbúnaðarkerfinu okkar þurfum við að skoða bara kannski ákveðna nálgun frá grunni þar sem við mögulega rangir hvatar. Við þekkjum hér hvað þetta getur þýtt. Ég ætla ekki að þykjast vera svo mikill sérfræðingur að geta sagt hér og nú hvernig væri best að fikra sig áfram veginn í þessu, varðandi nákvæmlega þetta atriði. En það sko, við verðum auðvitað að finna þetta samspil með það eins og ég segi, við vitum að Evrópa á alla mælikvarða í verri málum heldur en Ísland. Við vitum að Bandaríkin okkar sterkasti og mikilvægasti bandamaður. Þannig að við verðum að vera heldur með meðvitið fyrir því hver okkar hagsmunir liggja í þessu. Og það held ég að sé algjört grundvallaratriði að vinna út frá. Ég held að við bara förum að loka. Og ég bæta aðeins sem varðandi Bandaríkin. Gjörðu svo vel. Ég held að það sé mjög mikilvægt að ríkisstjórnin núna leggi áherslu á að auka samskipti við bandarísk stjórnvöld. Og ég spurði nú forsætisráðherra þinginu hvort það væri ekki örugglega einhverjir byrjar að láta Bandaríkin vita til að mynda að til allrar hamingju Ísland ekki aðilar að Evrópusambandinu. Þannig að við viljum ekki lenda á einhverjum tollalistum með Evrópusambandsmenn. Og það getur bara raunverulega að benda á þetta. Við veitum hvernig Trump hann getur tekið eitthvað blá þetta og svo 35% tollur. Ísland gæti alveg lent í þessu. En það líka hægt að útskýra þetta eins og Íslendingar útskýra það íslensk stjórnvöld þegar sameinaður var fyrst forseti Bandaríkjanna og krafðist mjög aukinna framlaga frá NATO-ríkjunum. Þá fóru stjórnvöld í það að útskýra fyrir þessum forseta, stjórnvöldum, hver væri sérstæða Íslands, herlaust land í NATO og með kýliða samningu Bandaríkin. Og hann sagði, ok, veist það, þannig þá sleppa þeim. Það er að passa upp á þetta núna. Svarið sem ég fékk þessari fyrirspurn var reyndar að utanríkisráðherra væri komin í málið og hefði farið til að ræða samskipti Íslands og Bandaríkjanna við fólk í Brussel. Það var allt í lagi með það sko, það veit það ekki, en ég myndi að tekka fólkin í Washington líka. Mikið lengra með þetta hér á sviðinu. Ég vil þakka ykkur fremur, kærlega fyrir þetta spjall og ég held að sé að næja taka. Við verðum hérna frammi með núna léttar veitingar og drykki og ljúfa tóna. Þannig að við getum bara haldið áfram að krefja þetta saman hérna frammi. En ég held að ég bara auk ykkar vilja líka þakka fyrirlesurinn dagsins og þátttakendur dagskrá og líka bara ykkur sem eru hér í salnum og fylgdust með af áhuga og tókuðu þannig virka þátt. Ég held bara að ég hef alltaf orðið margs vísari og við erum búin að koma auga á ýmis tækifæri sem við getum gripið og unnið meira með. Og ég held að því sögðu látum við það bara duga í bili og ég lýsi því yfir að viðskiptaþingi 2025 slitið.